Þú ert að hlusta á The Snorri Björns Podcast Show og gestur minn í dag er prófessor í lífeðlislegri sálfræði. Hvað er lífeðlisleg sálfræði? Til þess að vera hreinskilinn, þá er ég ekki alveg viss. Ég spurði Hermund að því hvað það er að vera prófessor í lífeðlislegri sálfræði og með hreinskilinn af vopni þá viðurkenni ég að ég er ekki ennþá alveg viss. Hermundur býr í Noregi og hefur búið þar í tæplega 30 ár. Hann vakti athygli mína fyrir rannsóknir sem hans teymi er að vinna að núti. Rannsóknir á samfélagsmiðla og skjánótkun barna, streituverkir sem verða til út af slíkri nótkun, kynjahlutfallið í þessum verkjum og svo hefur hann tvisvar á síðustu mánuðum haldið fyrirlestra í Háskólanum í Reykjavík þar sem hann fer yfir einkenni þeirra einstaklingar sem skara fram úr á sínum sviðum, hvort sem það er Björk eða Zlatan. Hermundur mætti ansi seint í viðtalið. Ég var í rauninni búinn að afskrifa viðtalið og farin að pakka saman þegar ég fæ skilaboð frá eldri kallmanni sem ég hef aldrei séð áður með tilkynningu að ég ætti að hringja í símanúmer sem hann lét fylgja með. Það var að sjálfsögðu símanúmerið hans Hermundar og þá hafði hann verið að leita að stúdíónu síðustu 45 mínúturnar og ekki geta fletti upp í símanum því að þegar hann kemur hingað til lands þá notar hann ekki snjallsíma. Ég veit ekki hvað svona sími heitir sem hann var með en þú varst ekki að fara að nettengja þig gegnum hann og hvað þá lokkaði hann á Messenger eða kíkja á Instagram. Þetta gerir maðurinn til að sportna við snjallsímafíkninni sem við ræðum síðan í þessum þætti. Mér finnst þetta mjög fyndið og 100% löglega ástæða til þess að mæta seint hingað í settið. Ef þú ert með lífeðlislegan sálfræðing í stúdíónu hjá þér þá er eins gott að sá þáttur sé sponsaður af Origo og Joe and the Juice. Þú var allt sem hugurinn girnist í Origo. Sjónvörp, prentarar, skjáir, tölvur, myndavélar, heyrnartól, nefndu það. Ef þú hefur blessað mig með þeirri gjöf að hafa hlustað á annað podcast í þessari seríu, þá ættir að vita að ég nota mikið af vörum frá Origo. Ég fekk þess að Canon 6D sem var geggjuð á þeim tíma. Notaði hann alveg til ársins 2016, en þá var Sony byrjað að láta hans á sig bera og gáfu út Sony A7R II. Ég er örugglega búinn að missa athyglina hjá svona 1-2 hlustendum með þessu tækjatali, en þeir sem þekkja Sony A7R II vita að þetta er killervél sem hristi vel upp í myndavélamarkaðnum á þeim tíma. Ég á hann ennþá í dag, ég nota hann ennþá í dag. Ef þú ert að horfa á YouTube, þá er þetta vélinn sem er að taka upp þetta vídeo sem þú ert að horfa á. Sony gáði síðan út Sony A7R III núna daginn og það er mjög erfitt fyrir mig sem einstakling að vera með gömlu útgáfuna. Tvisturinn er ennþá með allt sem ég þarf en þú veist, 42 megapixlar, 10 rammar á sekundu, innbyggður stabilizer, snertiskjár, mirrorless. Síðan reyndar, þú veist, maður er að hendast út á netið, fólk tjekkar á þessu viðtali kannski eftir 10 ár grenjandi úr hlátri yfir þessum spekk sem ég er að tella upp hérna. Allan, hvort sem vilar Canon eða Sony, bæði fæst frá Origo, kíkið í verslunum þeirra og fáið faglega ráðgjöf og kaupið ykkur flatskjá í leiðinni. Þetta var full nördalega auglýsing, tökum þetta niður á aðeins einfaldara level. Af hverju myndir þú fá þér roast beef samloku og kókomjólk þegar þú getur fengið þér Joe's Club og Power Shake? Sum kombo eru bara betri en önnur. Joe er ultimate combo matsölustæður landsins. Samlokaða juice, bæti kannski við kaffibolla, sekundni líður, engin forskot mögulega, þetta er allt í boði, þitt er valið. Allt kaffi frá Joe er lífrænt ræktað og vottað og A+ og 10 af 10. Það er ekkert að ég pröfa eitthvað nýtt, til dæmis ice latte sem er espresso skot, mjólk og klagar eða minn allra besta purple latte með havramjólk. Mann einhver að biðja um þetta í plastglasi, það er ekki hægt, plastglös, plaströr og plastlok hafa hvatt Joe and the Juice og í staðinn er boðið upp á drykkjaföng úr lífræna efninu PLA. ST. Nei. Þú finnur Joe í world-class laugum, Kringlunni, Smáralind, Laugavegi, Lágmúla og að sjálfsögðu á Keflavíkurflugvelli. Vel á minnst. Vakna klukkan 4 nótt, keyra til Keflavíkur, samlokaða juice, fara til útlanda. Pæla aðeins í þessu. Áfram með þáttinn. Takk kærlega fyrir að hlusta sömul. Mér þykir vænt um það. Mér finnst gaman að búa til þess að þætti og það er mjög ánægilegt og stór plús fyrir mig ef að þið hafi gaman að þeim sömuleiðis. Hér er Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálfræði frá Háskólanum í Þrándheimi. Gjörið þið svo vel. Hermundur Sigmundsson, vertu hjartanlega velkomin. Takk. Það kom smá babb í bátinn að reyna að fá þig á réttum tíma því að þú varst að leita staðsendingunni og varst ekki með þennan teknuvetta síma sem allir eru með í dag. Nei. Hver er ástæðan fyrir því? Nei, þegar ég er á Íslandi þá vill ég helst bara vera svona, allavega ekki að fá mikið að mailum og þess áttar. Þannig að ég er bara með gamla Nokia síma minn sko, sem að reynist vel hérna á skerinu nema þegar maður lendir svona að finna ekki staði. Þá bara hringi maður í Vinsins og redda þessu fyrir mig, kom inn að býra í Kópavogi og kom og reddaði mér og gæti það sambandið þig sko. Já, ég fekk message frá okkur kalli sem ég aldrei séð áður, hringdu í Hermund og símanúmerið þess. Já, svona er þetta er redda sko. Já, þú ert mikill talsmaður þess að fólk er að láta síman svolítið í friði, eða allavega ekki nota mikið og maður er að gera. Já, ég hef verið að sko tala um það að þessi símanótkun og sérstaklega ég hef verið að tala um börnin sko. Að fara svolítið varlega í þetta að
allavega passa upp á það að sé ekki of mikil símanótkun og hérna snemma og það eru þá fræðimenn eins og ég verið að reytast við sko að segja, þetta Manfred Spitzer sem búin að skoða þetta í mörg ár og hann meinar og svolítið svona harður á því að þetta geti bara þá valdið til dæmis ákveðnum heilabilun bara þú sért ekki að þróa þau svæði í heilunum manna til þess að sem þú þarft að virkilega hafa athyglina á móti samræðum, móti því sem að skeið í kringu því, en sért ekki í einhverjum síma. Þannig að hann er að berjast fyrir því að menn passi upp á þetta sérstaklega börnum og unglingum. Og það ég hef svona svolítið verið að svona áhuga á þessu því að það sem ég hef verið að fást við þetta með nám og færni þróun sérstaklega og ef maður þarf að verða að hafa fókusinn á þeim stöðum sem maður þarf að hafa í námi, þá má síminn ekki trufla þig og allt þetta net og samfélagsmiðla, þú verður bara að fá frið og einbeitingu og það er mikil áskorun og mér finnst sjálfur rosalega það besta sem ég geri það að fara í sundlaugar þá er það bara friður og má ekki að sími sundlaugar, það er bara besta sem ég geri að fara með sömurinn, þá er mér fjölskyldunni í lauginni það er bara stórkostið 2 tíma með krökkunum að ræða málin og synda og oft æfið áður angurði vorklass eða út að hlaupa og svona og svo hefur bara flottan klukkutíma saman á fjölskyldan í lauginni, það er bara stórkostliði tímar og hlakkar öllu til alltaf að koma í laugina. Já, engin í símanum? Engin í símanum, allir bara til þennar staðar og mér leiðist rosalega þegar út með fólki kannski að fá mér að borða og svona þegar fólk í símanum, sko, geti ekki bara gefið sér þá þessa stund þegar þú ert með félögum og vinum eða fjölskyldu og gefið alla í þá stund og það sem skeðu þar. Ég held þú sért ekki einn það að finnast það leðilegt að fólk ekki á staðnum en ég held að, og ég teka mitt undir þetta sko en síðan allt í einu kemur einhver svona, ég veit ekki hvað þörf þetta og þetta hlýtur bara að vera einhvers svona fíkn að bara maður kannski með sínum bestu vinum og maður vill ekki vera í kringum neitt annan en samt maður að kíkja í síman og aðtöga hvað aðrir að gera. Já. Af hverju það? Nei, Manfred segir þetta sé ákveðin fíkn sko, þú veist ég kom að listan hjá WHO eða heilsustofnuninni þá meinar hann þetta sé klárlega fíkn og þú skoða síman það búið að finna hversu oft þú skoða síma þetta er 4-5 mínútur sem að líða meðan þú kíkir á síman og þetta er bara myndi ég, ef maður segir ekki fíkn þá getur þú orðið slæmur á hann Já, í besta falli slæmur á hann Já Svo við förum aðeins yfir það þú ert prófessor í lífeðlislegri sálfræði Já Það hljómar mjög töff, en hvað þýðir það? Nei, þetta þýðir það að það sem við erum að fást við af sko í þessu fræði gera, það er það sem kallum lífeðlisfræði sálfræði, það er allt tengsl heila og atferlis. Það er að segja við erum með þessa grundallar lífeðlisfræðilegu eða biológísk lífeðlisfræði sálfræði, þú ert með þróunarsálfræði, þú ert með persónleikasálfræði sem þína persónleika þú ert með vitsmunasálfræði þú ert með námssálfræði og þannig að þetta eru margar sko, margar stefnur innan sálfræðina og mörg svið sem að þessi nemendur okkar fara í gegnum og þá ertu með ákveðna aðra sem að kenna tengsl, heil og atferlis þannig að við erum alltaf að vinna með kannski, þú veist, við erum alltaf innan þess eru gen, það er taugakerfi og aðferð. Svo eru sumir fræðimenn að skoða gen, ég er að vinna með konur sem er að skoða litla svona flugur og skoða hvernig heila þróun hjá þeim. Svo eru aðrir fræðimenn sem er að skoða mæla bylgjur eða aktivitet í heilunum, nákvæmlega bylgjur sem skeða við mismunandi atferli og svo eru aðrir sem eru meira kannski í aðferðsrannsóknum eins og ég er einhverjum verið að skoða sem notað ýmis konar próf eða mælitæki til þess að mæla eins og til þess með lestrafærni eða hreyfifærni, eitthvað sem getur mælt, eitthvað sem er mælilegt og tengja það þá kenningum sem koma þessu frá öðrum fræðum eins og að skoða hvað skeður í heilanum við nám og þetta er sem við erum alltaf að vinna með og sem að skapa kunnáttu hjá nemendunum okkar á bæði gen, taugakerfi, aðferð og umhverfi, hvernig þetta spilar allt saman og þeir hafa þá kunnáttu á hverjum þessara þátta og hvernig þeir vinna saman. Og af hverju ferðu út í þessi fræði?
Nei, mér fannst það bara gífurlega sko, spennandi svið. Ég er með svolítið fjölbreyttan bakgrunn, ég kem inn í sálfræðina í gegnum íþróttafræði. Og íþróttafræði eins og við vitum svona, sem sagt, eru multidisciplinar, það svona fleiri fagfelt þar inni, það lífeðlisfræði, allt úthald og styrk og þess að hluti og svo ertu með þarna félagsfræði íþrótta, það sem þú að skoða íþróttur í samfélaginu, samfélagi í íþróttunum og svo ertu að skoða þessu kvöldum sálfræða þáttur nám og einbeitingu og áhuga kvöld. Eftir ég fór inn í íþróttafræðina, eftir að búin að vera handboltamaður í mörg ár og þjálfari og þá hafði ég gífurlega á þessu hvernig við lærum hluti og fór strax svona og ég er svo stoltur af því, ég skrifaði þarna þegar ég var að vinna, þá var ég búið með meistaragráðu, svona tengda mér að kennslufræði íþrótta og fekk þá í minni meistaranámi miklan áhuga á það sem við köllum mótorisk útvikling, það hreyfi þróun, það hreyfi þroski og eiginlega byrja svolítið að spá í það hvernig þróast hann og þegar ég vann við háskólinni í Heiðmörgu, sem þess að 93 til 95, þá var minn sterkasta ósk að fara í doktorsnám og hafði gífurlegan innri áhuga hvort fyrir að fara alla leið í þessu, taka masterinn og svo bara í doktorsnám og ég skrifaði sjálfur 94-95, fekk hann smá styrk frá háskólanum, fekk maður hluta vinnunum minni sem sagt, ég var mest í kennslu því að var nýbúið með meistaragráðu og var bara að kenna og þá fekk ég styrk til að gera svona litla bók handbolta, því að frá leik til spil, sem frá sem að það bara leika sér og til þess að verða spilið og ég gerði sem að kannski margir vera að fókusera á aldur og aldurskiptingu, hvað aldur átt að byrja þess og ég hef séð marga sem eru bara mjög góðir, kannski yngri en þeir, sko betri yngri en það ætti að vera og ég hugsa við höfum það frekar nívó 1, 2 og 3, þrep bara þetta þitt nívó núna og það getur kannski miskundi aldur á þeim, það getur 1 8 ára sem ég góður 10 ára. Og það bara flokkað eftir færni þetta? Já, eða sem sagt, hvar ert þú stattur í handbolta þróunni? Já. Í þessum frá leik til spil, sko. Og þá nívó 1 bara eða mest leikur, nívó 2 svona nálga svolítið spilið og 3 þá meira spil. Og ég er ánægð með það svona eftir á séð að þarna 94-95 ég að vinna með kenningar eins og Csikszentmihalyi sem ég vunni með ennþá, þetta með flæði og gífurlega spennandi kenning. Já, flow, já. Sko, hún í þessu litlu bókinu sem ég gefa 94-95. Okay. Ég var líka að vinna með námsprósessin. Hvernig við förum upp námsprósessin sko frá því að vera ekki svo rosalega góðir í færninni til þess að geta orðið mjög góðir. Þannig ég er með ánægð með það og það var meira svona þetta náms ég að búin að fara þá upp til mastersnám og reynslan líka og svo verður svo gífurlega heppin, þetta svona hlutir sem skeið í lífinu að ég er á ráðstöfni í Oslo 94 haustið og sem heitir mótorik ekki allt menn utan mótorik allt ingenting sem þýðir eiginlega ef þú ekki hefur hreyfifærni sko hreyfifærni ekki allt en án hreyfifærni mjög erfitt að klára sig eins og þess bara með hreyfi ykkur annað og þar var meðal hans Per Andersen fremsti vísindamaður Normanna áður að Moser fengu Nóbelsverðlaun sem voru hans doktorsnemar og hann var með fyrirlesturum hvernig bara taugakerfið þróast og svo einn annar maður sem heitir Rolf Ingvaldsen sem kom frá Háskólanum í Þróttami og hann að tala að þeir voru að fá eitt fremsti í heiminum, John Whiting sem að þá voru 65 ára og var á komin eftirlaun frá Hollandi, búin að byggja upp stóra deild í Hollandi, Faculty of Human Movement Science, þar sem við varst með fókus á þetta félagslega, sálræna og þetta lífeðlisfræðilega, tengdum við hreyfingu. Og hann var eitt fremsti á þessu sviði, þessu kvöldu svona skynjun og þróun og hreyfing. Og hann var að koma til þrándisarna í febrúar og ég spyr Rolf, er það að taka doktorsnám hjá ykkur? Já. Það hægt. Komdu bara hittu, þetta var í Nóbel December, 94, og svo komdu bara hittu John í janúar, hann kemur 8. janúar. Og ég bara panta lestun upp í því, kemur næstur lestun til þrándum og hitti John klukkan 9 morgunin og við sittum í 2 tíma og eftir þetta, ég var ekkert voða góður í ensku, það getur nota mikið ensku og segja, já, ég held að þú var á hreyfiþróun, hreyfiþroska
og síðan eftir það er bara búin að vera ein leið og ég eiginlega Þú flyttur til Noregs eða ekki? Já, sko, ég flutti í Noregs 88 fyrst, sko. Já. Bæði framhaldsnámi í íþróttafræðinni og svo fór ég inn í meistarnámið. Og ert búin að vera þar? Já, meira og minna síðan 88. Ok. Já. Og hvað ertu að rannsaka og hvað ertu að fást við þarna úti? Hver er svona þín sérgrein? Nei, þess að ég er mest að vinna með núna og það er þetta sem við köllum nám og færniþróun. Hvernig, sko, færniþróun er sem sagt að við erum að skoða við færni sem er mælanleg. Og ef við ekki getum mælt hana þá hefur við reynt að þróa próf. Við höfum þróa próf fyrir sjónskinn, við höfum þróa próf fyrir hreyfifærni, við höfum þróa próf fyrir hreysti. Og við erum núna að þróa lista fyrir að mæla ástuðu. Þannig að við höfum að reyna alltaf að byggja upp eitthvað sem er mæla þannig að maður geti borið saman ólíka grúppur. Já, og þú ert ekki bara að tala um íþróttir þarna, þú ert bara að tala um allt saman. Já, svona þetta almenna, sko markmið okkar er að verða góður í að skilja námsprósessin, hvernig nám á sér stað og frá þá að vera ekki svo góð til þess að vera framúrskarandi og hérna að skilja hvernig tengst námsprósessins og heilans, þú veist að nota taugavísindi og hvað þeir finna þar eins og með sérhæfingu í hvernig taugaform vinna saman, þá hefur það áhrif á hvernig við skoðum almenna færniþróun og eins og ég er að segja sko, eins og sagði fyrirlesminn í dag sko, færni er eitthvað sem að verður að þjálfa. Hæfileika getur haft, þú getur gott sjónskinn og gott kannski heyrnarskinn og kannski víðara sjónskinn og sumir hafa, þú getur haft ákveðna áhuga fyrir hlutum, en til þess að vera góður í einhverju færni eða öðlast einhverju kunnáttu, þá ertu virkilega að takast á við það verkefni. Þetta er eitthvað sem að, hvað heitir hún, Carol Dweck, eða ekki, sem skrifa bókina Mindset. Já. Hún talar mikið um þetta, eða bara um þetta í bókinni, að ef þú trúir því að þú sért talent-based og með svona fixed mindset, þá í rauninni er miklu líklegra á staðinir frekar heldur en einhver sem trúir því að hann sé effort-based og með growth mindset. Já. Og ert þú í svipuðum pælingum og hún? Ertu að rannsaka þessar hugmyndir? Já, við höfum alltaf verið að skoða bara eingöngu, sem sagt, fyrst og fremst að skoða hvernig færni og hæfileikar vinna saman og síðan höfum við líka að skoða sjálfsmynd og við erum núna að fara út í meiri rannsóknir að skoða meira þetta hugaferli fyrir það að verða framúrskarandi og þá er það gott að hafa eitthvað sem er mælanlegt, þú veit að segja þessi er bestur, hvað sem er 10 ára, 12 ára í eitthvað ákveðnu atriði, hvað sem er stærðfræði, lestur eða ákveðnu hreyfingum og þá er þetta að skoða er sterkt tengsl færninnar sem þessi aðili hefur og hvernig hugarfar hann hefur. Og þetta er því að þessir fræðimenn hafa kannski ekki, sko, hún Dweck hefur að skoða eins og hún finnur að abras fólk á mörgum síðum hefur growth mindset, þeir sjá möguleikan á að bæta sig. Og þetta er okkur að skoða með það sem við höfum verið að vinna með þessi færnipróf sem við höfum á ýmsum sviðum og þessi hæfileikapróf, eins og með sjónskinn og annað, hvernig þetta tengist bæði mindset og þessu kvöldum grítt og líka passion, þannig að ástriðinni. Þannig að við erum svona að fara í gang með stóra rannsóknir á því sviði og með okkur líka að gera þetta rannsókn á Íslandi. Já, hvað ertu að sjá svona, þannig að þú ert búin að, ég var á fyrirlestri hjá þér áðan bara hverjir skara fram úr, eða ekki? Var ekki nafnið á hann? Já. Og hvað er það svona sem að lætur einhvern skara fram úr meira en annar? Hverjir eru það sem skara fram úr og hvaða eiginleika hafa þér? Já, sko, þetta er það sem við höfum verið að skoða, við höfum skoðað marga og ég rætti eins og við 20 experta á sínu sviðum og það sem að við höfum verið að finna út, það liggur gífurlega mikil þjálfun og vinna og reynsla á bakvið það að byggja þetta hæfileika á því sviði sem þeir eru allra bestir í. Og þá höfum við séð það er ekki bara þjálfunni sem slík, það er líka, þú veist, hvað þarftu til þess að vilja þjálfa mikið? Og þá höfum við séð það greinilega, það er þess svona, eins og við getum sagt, ástríða, virkilega fara allur inn í ákveði verkefni og halda svona stöðugt þræðinu þar. Það er ekki sem að tekur þá af þessum vegi til þess að verða betri í þessu sem við erum að vinna með.
og þeir hafa klár markmið hvað þeir vilja með því sem þeir eru að fást við, eins og H.C. Andersen sko, strax sem 10 ára drengur þá vildi hann verða framúrskarandi leikari vel að merkja, en því miður var hann ekki leikarahæfileika, hann var langur og grannur og kannski áttur þetta erfitt með kannski samhæfingu, hreyfingu og annað sko, en það var draumurinn hans og þegar það gekk ekki þá reyndi hann að verða söngvari og syngja, en hann var oft kvefar, hann illa búinn og bjó örugglega ekki á bestu stöðum þegar hann var einn í Kaupmannahöfn og það var nátt kvefar og hann eiginlega lokum raddböndin til að geta sungið og þá fann hann út að hann gat og hann byrjaði mjög snemma því að skrifa lítið svona leikrit og þeir sáu þá að hann bjó eitthvað í þessu strák og studdan til að fara í menntaskólanum, þó hann hefði ekki kannski grunnnámið í boxinu ekki lokið grunnnámið, þá studdu hann að fara í þess að segja dannelse, fara í dannelsesprósess, hann átti að fá og vita hvað menntun fjallar og þá var hann bannað að skrifa nokkuð skapaða hlut, en þegar hann að byrja í menntaskólanum 16-17 ára þá skrifar hann samt eina litla sögu í lokaltímariti eða þess að blaðið á svæðinu undir leyninefni og hann reyndir að svindla því hann var alltaf að skrifa, alltaf með þessa hugmyndir og gífurlega mikið hugmyndum og svo endar með því að hann fær gegnumbrot, nær sem þess að því gegnum og nær og þá í gegnum þá fyrst sögur og síðan fer hann inn í ævintýraheiminn. Það sem að síðan gerir hann er með 170 ævintýr sem gerir hann að þessum frábæra manni sem var. En það þessi gegnusýrði ávið og hann vildi verða góður í þess sem var að fást við. Og í byrjun var það leiklistinn, en síðan var það sem rithöfundur sem hann fyrst og hans þekktu fyrir. Og hann líka þekktu fyrir, hann var mjög flinkur að klippa út pappír og gera alls konar fígúrur og listaverk og það var pappans við sem hann kenndi honum það. Það pappans sem hann því miður dó þegar hann var 12 ára, hann var gífurlega svona áhuga sem allt sem H.C. Andersen var að gera og hlusta á dögunum saman, leikið sem hann var að spila og söngleiki og hlusta á sögurnar því hann elskaði að vera í sviðsljósinu. Og það er þá væntanlega partur af þessu ferli og heitir þá positive feedback eða ekki, sem að þú talaður í dag. Já, það er að hann fekk þetta positive feedback og kallað, í æsku hans var það þá faðir hans sem var þessi mikilvægi aðili eða mentor, við segjum á significant others, það eru margtækir aðrir sem eru með í að hjálpa þeir að finna þína leið og þannig pappans náttúrulega gífurlega mikið af maður og þeir segja hann hafi þekkt sá sem stjórnaði leikhúsinu og þannig gáttu koma og séð leikrit og fólk kom frá Kaupmannahöfn frá national leikhúsinu í Kaupmannahöfn og komið til Óvissu sem eina leikhúsi utan Kaupmannahöfn og þá koma þar og sá fremstu leikara Danmörkur og þetta ská hann ekstra mikla, svona vildi að verða, hann fekk hann fyrirmyndir og þar var pappas mjög mikið að þáttur til þess að skapa þessa fyrirmynd og kannski vilja hlusta á hann og vilja gefa sér tíma til þess að leyfa honum að blómstra í sínu áhefni. Þannig að það er ekki tala um hann annað en að hann var fátækur, það var mjög erfitt ástand á heimilinu, mammas var sennilega alkoholisti, amma svo 3 börn með 3 mönnum, sem við erum að tala um 1800, hvað er það? Þannig að þetta var gífurlega erfitt hjá honum, hann átti enga vini og hann var eiginlega eins og kemur fram í sögunni litli ljóti andarungin, að þetta er bara hans líf og hann skrifaði þessu bók þegar hann 43 ára og menn segja setna að þetta bara er hans líf hún var stríðið, hún var hann átti enga vini og hann var bara mikið einn með sjálfur sér, en þar að leiðandi getur það verið eina ástæðan fyrir þess að ná þessu gífurlega hugmyndaflugi og hann er algjörlega einstakur af því sviði að hann var fyrsti sem lét hluti tala og hreyfa sig og vera með í tala ykkur aðra og það er ótrúlega ótrúlegt og svo líka ég var að tala við fremst í heiminum í H.C. Andersen, bara ég sem ekki áhuga á honum og út af þessu bókaskrifum og hann sé ekki bara þessi einstaka atriði sem að þessi ævindir sem að gera, það er enginn sem er eins og hann, enginn eftir
og ekki fyrir og ekki eftir sem hefur skrifað eins ævintýri og það var líka það sem kemur fram þegar það var að skoða meira ævintýrin og svona, þá sýnaði það maður, eins og að segja norskunni grusomhet, það er að segja hlutir sem ekki eru fallir sem koma gífurlega sterkt fram hana í hans sögum líka, eins og við sjáum í litlu stelpunni með elspýtunar, þar sem að hún er bara að deyja og það er engi sem er að hugsa um hann og þannig. Þannig að það er líka þá, það er sennilega eitthvað sem þá tengist hans æsku. Þannig að fyrir fólk og eins og við erum að vinna með þessar kenningar þróun, þá er öll svo reynsla og allt sem voru að takast á við í lífinu, allir þeir aðra sem hún mætir og kynnist og það hefur allt áhrif á þinn þroska og þína þróun sem persóna. Þannig að það er svo mikilvægt að skilja það að allt sem við erum að fást við hefur áhrif á okkur seinna. Og það er þetta sem við gera líka svo til svona spennandi þetta svið. Þetta er, sem við sjáum í taugavísindunum, og það er þessi sem enskunni plasticitet á norskura formbarhet. Á íslensku? Já, sko, þetta er svo leir. Þú getur formað leirin. Ok. Þú getur, kannski mótun. Þú getur mótað heilan og haft áhrif á heilaþróun í gegnum áreiti og gegnum þjálfun og gegnum reynslu. Já, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt sem þú ert að segja og þarna ertu í rauninni að segja að ef þú ert lélegur í einhverju þá getur þú bætt úr því. Já. Og það eru margir sem bara trúa því ekki eða áttar sig ekki beint á því og það er fólk er svolítið fljótt að afskrifa sig eins og bara ímyndaðar að vera í skóla og fá lægstu einkunnun í bekknum eða þegar allir að bera sig saman hvað krakkar eru fljótir að stimpla sig bara ég er heimskur eða ég er lélegur í stærðfræði eða ég er lélegur í þessu. Er ekki frekar óalgengt að það sé kennt þetta growth mindset sem að hún Dweck talar eða? Sko, ég held að sé ekki mikið verið að kenna þetta og því miður sko hvorki í barnaskóla eða menta, eða sko hefur komin í menta efri stig gaffræðaskólans og mentaskóla og háskóla. Þú veist, það er ekkert verið að vinna nógu mikið með þetta. Hvernig krakka læra og hvernig við þurfum að sem foreldrar líka að gefa þeim áriti sem er með því að styrkja þau og geta verið með því að gefa það réttar áskorunir. Þetta eru við ekki miður ekki nú að fókusur og eins og ég hef verið að segja ég lærði það að John Whiting sem er mér leiðbeinandi með yfir 150 vísindagreinar reyndi alltaf að vinna með bestu þeir liftaður upp, það er eins og fótboltanum þú veist, ef þú ert að vinna með góðum mönnum í liði þá verður þú betri sjálfur ég gleymi aldrei þegar en að Belo sem var fyrirliði rússneska landsliðsins þá var ég bara með Val sem með strákur 15-16 ára hann kom að æfingu hjá okkur áður spilað við landsleikinn við Ísland besti miðjumaður í heiminum ég hef aldrei skorað fleiri mörk á æfingu ég var alltaf frýr þannig að þú veist, þetta var sama á við að reyna að vinna með fremstu til þess að fá inn nýjustu hugmyndunar og þessa hugmyndafræði sem er mikilvæg og þessum sem ég átti eins og þess að ég var að vinna með lestramál og annað og eins og ég var að hugsa við sjáum kynjamismunni mikið í skólum í allri Evrópu, öllu löndu sem er í PISA sjáum við kynjamismun, stelpunar betri strákuðin í lestri og ég fór að spá í hvenær byrjar þetta og það er alveg enga stúdíu sem skoða krakkaður í byrja skóla, er mismunur að krökkum þá við gerum 2 stúdíur og við óttum miklu allir, við finnum að það er mismunur að stelpunar strákum í hversu marga bókstofa hljóðu kant til að byrja í skólanum, stelpunar eru miklu betri í því þannig að það er mismunur áður byrjar í skóla og þetta er svona hlutur sem að svona áttu sig ekki á býtu akkur þau hefur ekki skoðað þetta fyrr þarf þá að koma meiri áriti og kannski að við vinnum ennþá meira með strákana strax frá fyrsta stigi skólans ef við að byrja aðeins fyrr ég legg inn bókstaf og hljóð þú veist, það er ekkert verið að tala um þetta finnst mér nógu mikið og þá þurfum við að vita það er mismunur að byrja skólunum og svo fór ég að sjá það núna að við erum að mæla leshraða í öllum bekkjum frá fyrsta til 10. bekkjar og ég hef næstu ekki heyrt lesraði í Núri ég hef verið í sambandi við fremsta normanni Finn Egil Tönnesson og spurði eru þið mæla lesraði í Núri? Nei, það er ekki mældur einangraður lesraði þú ert þá að skoða sérstaklega á krökku sem er eitthvað eftir þú séð að það er ekki að ná því sem hinn ná þá getur þér að fara að skoða lesraði eða hvaða er sem stoppar hann það þá kann ekki nógu marga bókstafi eða hljóðið þeirra hvað stoppar einstaklega þá fyrir að skoða þegar komið eitthvað vandamál ég talaði Finnana, fremsta Finnan í heiminum, Heikki Littinni með 270 vísindagreinar sem segir svolítið hann. Eru þið að skoða þetta í Finnlandi? Nei.
hvað myndur þú gera hækki eins og Íslandi sem við erum neðstir í hérna PISA hérna á Norrlöndunum og mjög aftarlega meirinn í restri. Ég myndi finna hversu marga bækur las barnið síðasta mánuðin og hvaða bækur fannst hún skemmtilegastar. Myndu freka mæla það en að mæla lesra. Tvinna áhugan þá einhvern veginn inn því að sko, í mengið. hvað þarftu til þess að verða betri í ykkur? Þetta er alveg sama þarna, við erum að tala um þjálfunina. Til þess að komast í betra form, þá verður þú sem að hlaupa fórum til dæmis, þá verður þú að hlaupa. Og þá verður sennilega tíminn betri. Þú sennilega nærið ákveðin vegalend á skemmri tíma. Alveg sama á við lesturinn. Ef þú þjálfar lesturinn, þú lest meira, þá sennilega verður þú betri að lesa og þú far meiri lesskilning ef þú lest fleiri bækur og sennilega finnur það hraða sem passa fyrir þig því það er heldur ekkit einstæðisbundið. Svo pappi minn, hann les mjög hratt, hann les miklu hraðar ég og aðri í fjölskyldunni og það er hann er vanuð því að lesa hratt. Ég les ekki svona hratt og það getur mismunandi líka eftir textanum. Hversu erfiður er textin? Ef þetta er erfiður enskgrein sem kemur í topp tímariti, þá þarf ég virkilega að lesa rólega þess að fá skilningin á þessu stendur þar. Þannig að lesa þeir líka eitthvað sem er einstæðisbundið og þessum að mæla þetta í 1. til 10. bekk, 2-3 ári, 13-14.000 börn, þá erum við ekki rétti leið. Og ég spurði býtu, hver er ykkar ráðgjafi hérna í menntamálastofnun hérna? Þá er það einhver kona í Bandaríkjunum sem hefur 12-13 vísindagreinar. Akkur tölum við ekki að hætti littinni með 270 greinar eða finna í tunnum sem eru 100 greinar, fremstur á Norrlöndunum. Akkur ekki heldur í sambandi þá og fá til að koma að hjálpa okkur með þetta. Þú veist, þannig að við erum ofta að gera hluti sem að spyrsu akkur erum við ekki að leitast að læra þeim bestu. Þannig að allir þessi hluti sko, finnst mér oft koma svona svo sérstaka upplifa þetta. Þarna sem sagt, munur á kynjónum þegar þið byrja í grunnskóla, ertu ekki að tala um það? Svona kringur 6 ára aldur? 6 ára. Hver er ástæðan fyrir því? Er þetta það ungt að maður segja þetta sé genetíst eða er þetta það gamalt að maður segja umhverfið hafi áhrif á það eða eitthvað fræðið komur með það? Ég skal segja það Snorri að þegar við vorum að skrifa þessa grein við vorum að skoða hversu marga stóra bókstafi kanntu, hversu marga litla bókstafi kanntu og hljóðin til stóran og lítinn. Þannig að það eru 4 breytur. Stelpunar er betri öllum. Við fórum að spá í, það eru 6 ára komin september, þeir eru nýkomin inn í skólan. Svo fórum að spá í, við fundum vísindagreinar sem að fundu út að stelpur babla meira 10 mánuða. Þú veist, þeir eru meira að gefa frá þeir eru reyna að tala, byrja að babla og tala 10 mánuða. Þannig að þá eru komin svona ákveðin kannski genetísk faktor þannig inn í þetta sem að það er eitthvað meira að stelpur kannski eru betri í þessu að koma fyrir inn í þessa málferðni eða hvað maður kallar þetta að reyna að tala og svo fór að skoða þetta betur og skoða fleiri greinar og þá sá alltaf að við tölum meira við stúlkur frá fæðingu. Þannig að þá eru komin líka með umhverfisbyrtu, þannig að við eru komin með bæði þessa genetísku möguleika að stelpur babli fyrr og svo sáum við það líka að tala meira við stelpur frá fæðingu. Þannig að þá eru komin aðnað þátt inn að mæður og feður þeir tala meira við stelpunar og þá eru konið þannig kannski er hérna eitthvað samspil og þá eru konið baka til Gottlieb sína kenningu þróun sem alltaf samspil þarna eru kannski að fyrst þú tala meira við stelpunar frá fæðingu þá getur það líka verið ákveðið svona atriði sem að gera það að þær vilja reyna að vera meira með og reyna að skapa þetta hennar samstarf eða interaktsjón milli móður og barns eða föður og barn. Þannig að þetta er flókið samspil en þess að ég bara reynum að tala jafn mikið við strákana að reyna allavega að ekki hafa það ólíkt sko. Og þannig að það er svona okkar ráðinn í myndina og við segjum bara fyrst að bókstafur hljóð og það hefum við líka séð akkur skoðu bókstaf hljóð spyrja sem akkur skoðu ekki þetta og þetta og þá sé ég bara fremstu í heiminum að ég veit hann er fremstu þegar ég þekki Moser sem fekk Nóbelsprísinn og þeir eru með svona alltaf viku, svona Kavli viku, þeir fengu prís frá Kavli til þess að hafa fyrirlestu fyrir almenning og þá taka alltaf bara fremsta ákveðnu síðan sem viku líka svona áhuga almenningi, þá tókur Stanislas henni sem er með mjög mikið vísindagreinar og bara Móses sagði með, hann væri fremstur í heiminum og þegar hann segir í fyrirlestri við verðum að kenna bókstafi og hljóð
til þess að krakkar læra að lesa. Bókstafirnir eru minnsta einingi sem heilin nota til þess að setja, hann setur saman orðin, hann setur saman bókstafi í orð. Þannig við verðum að leggja áherslu á þetta. Þegar þessi maður sem búin að rannsaka bæði faktiska mælingar á heilanum og líka aðferðstúdíur segir slíkt, þá verðum við að hlusta á það. Þess vegna alveg með ólíkjendum að við séum ekki að nota þessa aðferð í öllum skólum landsins sem kallast hljóðaðferð. Við erum að nota byrjandalæsi í helmingi skóla landsins og það bara byrju hvað í gangi? Það ekki búið að rannsaka byrjandalæsið. Ef ykkur rannsaka þá að skrifa ykkur bók þeir sem að gera byrjandalæsið. Það sem mikilvægt að þú fáir óháðan aðeira til að skoða þína aðferð og að þessi aðferð sem búið að birtast í vísindatímariti áður þeirra að nota hana í skólu landsins. Það alveg ólíkindum og þetta svona margt sem að við getum eins og þessi aftur læra að fremstu vísindamönnum í heiminum. Já, Ísland örugglega ekki fremst í flokki hvað menntakerfið varðar. En þarna ef við tala að kenna að lesa og slíkt nám, þá voru ekki rannsóknir sem sýndu að strákar 28% þeirra geta ekki lesið sér til gagns. Já. Með við PISA, þá að skoða 15 ára krakka, þá eru við sem sagt drengir lesa ekki nógu vel til að skilja textan. Og hvernig tengist það þessum, út að við fórum frá því að til þess að vera góður í ykkur þá þarftu að eyða mörgum klukkutímum í það og til þess að eyða mörgum klukkutímum í eitthvað þá verður að hafa áhugan. Og ef að strákar ekki góðir í lestri og eru greinilega ekki að lesa nógu mikið þá virðist vera að þessi ekki nægur áhugi eða hvað? Já, það klárlega, það ekki verið að sinna þessu þætti nógu vel. Þá í bæði, þannig að fyrstalegi það vantar meiri þjálfun til þess að verða betri í lestinum. Það náttúrulega mikilvægast og svo þetta vantar hérna passjónuna, ástríðuna fyrir því að lesa og við náum ekki að skapa hana og þá þurfum við að foreldra þetta gífurleg vinna að sérstaklega kenna barn að lesa sem hefur ekki áhuga. Það þarf virkilega að nota góða eins og uppbyrðisfræðileg hugmyndir og reynslu inn í það. Þess vegna sé ég ofta tíum þegar við eigum svo krakkar í erfileikum, við sjáum þetta mjög snemma, fyrsta og öðru þriðabæk, að fá okkar besta lestrakennara inn í þeirra nám og hjálpa þeim. Og það eru frábærir, það hafa verið frábæra konur sem að ná alveg stórkostlega árangur í Íslandi líka í lestrakennslu sem að eiga erfitt. Og það að finna þessar konur sem að geta og menn sem geta vakið þennan áhuga. Þess að segja á hana í félagsstundum að það svo mikið að þessi góði kennari sem nær líka að skapa áhuga hvern. Þetta svo góðu þjálfar líka, þetta skapa áhugan fyrir þú takist á verkefnin og þá þarf að vinna öðru í þessi með þetta en við erum að gera í dag. En það þarf virkilega að hjálpa þessum börnum því að það eru mörg börn sem fá hjálp heima og fá góðan stuðning af foreldrum. Við veitum líka, það eru 20-30% börnum í Noregi vitum við og eru svipa á Íslandi sem eru ekki að fá nóg mikla hjálp heima. Og þeim það að berjast fyrir Noregi. Við verðum að hjálpa þeim í skólunum og þá segjum við stýrð heimanám. Þú tekur heimanámið í skólunum. Þessi krakka sem ekki fá hjálp heima, þeir verða að fá heimanámshjálp í skólunum með okkar bestu kennara. Þetta ég verið að berjast fyrir í mörg ári Noregi að það sé ekki normenn nota 6 milljarða norska sinnu 13, við með hvað að tala það í lexihjálp, í námshjálp, heimanámshjálp. En hverju þetta mæti þar þegar hún ekki stýrð? Það eru bara þeir krakkar sem að sterka foreldrar heima. Þannig að við erum ekki að ná að hjálpa þeir krakkur sem virkilega þyrfti að fá þetta loft eða þessa hjálp til þess að ná saman nívó eða alltaf að komast upp á grunnleikandi nívó. Þannig að það geti skiljið textan. Ég ekki að segja að verði að vera framúrskarandi í lestri, alltaf þau komist aðeins upp námsprósessi í lestri. Hversu mikilvægt að kenna þessi grunnþættir, starffræði og lestur og hvað einhver annar? Það ekki bara ég hef sagt að ekki bara ég, PISA rannsóknirnar leggja gífurlega áherslu á lestur og þá eftir hvert lesskilning og starffræði og svona náttúrufræðin sem að við erum ennþá verið í náttúrufræði í Íslandi heldur en lestri alþjóðlega mælikvarða sem alveg opbóðslega sérstakt þegar við lifum í þessu rosalegri
flottu náttúru, þá eru mjög fáir að stúdera náttúru og umhverfisfræði sem gífurlega vinsælt nám í Noregi. Þú veist, menn fara ekki í vistafræði, þeir fara í náttúru og umhverfisfræði, því að þar liggur framtíð. Framtíðin liggur í að taka og passa upp á náttúrun okkar. Þannig að mér finnst alveg með ólíkjöndum að það fari þúsundis af mönnum í viðskiptafræði og lögfræði. Sko, akkur fara ekki í eitthvað sem sko, kannski mikilvægara viðfangsefni að sko mínumati, og það allavega Norðmenn lagt gífurlega áherslu á bæði í okkar háskóla í Þrándheimi sem heitir Norski tækni- og vísindaháskólinn komið fleiri brautir í umhverfisfræði og náttúruvernd og annað, og sama með háskólan í Ás sem svo meira umhverfisháskóli. Þannig að þetta veist mér með skríti, og við, sko, það enginn að tala náttúrufræðina. Akkur leggjum við ekki meiri áherslu á þau fræði, og þá það kannski að bæta náttúrufræði kennslu í skólunum. Það komið þetta fleiri inn í þá kennslu sem hafa kunnáttu í náttúrufræði. Þá þarf þetta að vera svolítið áhugi fyrir að reyna að lyfta líka náttúrufræðinni. Skilju, þetta hangir allt saman. En hvað með þá sem eru góður í íþróttum? Af hverju þurfa þeir að leggja svona mikla áherslu á lesskilning og stærðfræði? Hvenær á að byrja að ýta undir áhugan þeirra bara á því að vera góð í fótbolta, góð á hjólabretti eða hvað sem er? Já, sko, við erum viss marga tíma á dag í skólanum og það ákveðnir svona grunnþættir sem við þurfum að vinna með, og þess vegna hafa svo písalegur áherslu á stærðfræði, lestur og náttúrufræði. Svo leggjum áherslu á þessi fög, leggjum áherslu eiginlega aðal á þessi fög í fyrstu stigum barnaskólans. Þegar þú kemur kannski í 13, 14, 15 aldur, þá getur komið meira val inn. Já. Og kannski ennþá meira í menntaskóla. En sko, ég held að þeir sem áhuga íþróttum, þeir hafa oft mjög vel sinnt barn- og unglingastarfi, og við leggjum gífurlega peninga í íþróttahallir og aðstöðu fyrir, þú veist, ef maður fyrir að spáða, það kannski 50% af krökkur sem eru með íþróttum. Hvað eru hinir að gera? Hvað eru að gera fyrir þá? Við erum að byggja hallir eins og Kópavogur, þetta eru fyrir sko ótrúlegt, við erum með 2 stóra fótboltavelli innan þeirra. Þú veist, það finnst ekki, það ein í Þrándheimi, það 150 svona bær. Og það engin á stóru svæði þær í kring, sko. Þannig að, þú veist, við leggjum gífurlega áherslu þar og segjum að þetta mikið fyrir lýðheilsu. Það bara 50 krökkur með þetta, og ennþá minnur kemur upp í elstu til gaffræðaskóla og í menntaskóla, og kannski 20-30% eftir. Þú veist, hvað eru það að gera fyrir hina? Sko, það sem ofta sko, ég ekki að tegja, við hefum ekki að leggja áherslu á það, ég bara segja, við leggjum gífurlega mikið inn í það, þannig að þeir held ég að fá að það eru góðið þjálfar í íþróttafélagunum og þess vegna ná þessum árangur sem við ná í íþróttum. Þannig að ég held að skólinn þurfi þess líkur að sinna þessu grunnleikjaða sérstaklega í byrjun, og ég hef líka verið að segja það, því að það eru ekki allir með íþróttum, þá þurfum við að leggja meiri áherslu á líkamlega þjálfun og hreyfingu í öllum grunnskólanum og líka í menntaskóla. Við erum að segja, þarna getur verið klukkutíma á dag í hreyfingu, garantert þessum ekki er íþróttum. Ég er að segja, það getur kannski þessum eru í afreksíþróttum og æfa 5-6 viku, þeir þurfa kannski að mæta alla tímana, en hinir verða að mæta þetta í klukkutíma á dag, bara til þess að hreyfa sig og kannski finna það sem þau áhuga, hvað sem að synda, göngutúra, skokka, spila körfubolta, finna það sem þau vilja að fást við. Þegar við vitum, og ég skrifa nú grein daginn í Kjarnan sem sko eldri verum virk, því að það er ekki spurning að þetta með hreyfingu á vissu nívói, fá aðeins púlsinu upp, það er jákvætt fyrir ró og einbeitingu. Það er fullt af rannsóknum sem fram á það. Það er jákvætt fyrir bara grundvallar líkamsstarfsemi, svo bara að fá systemið í gang og bæði efni í blóðinu og blóðþrýstingin og þess að hluti. Það er líka gífurlega mikilvægt fyrir þróun heilas. Við erum að tala í heilanum höfum við taugafrumur og þeirra svona tengingar, kallað dendritir, þeirra tengingar sem kallað gráefnið, og við erum með hvítaefni sem svona tengingar á milli þessara taugafrumu svæða. Þess að gamla útvarpið, og mannstu því, það var svona hlutar í útvarpinu bakvið, sko, þú opnaðar það, sko.
þannig að hlutarnir eru að taugakerfið og það sko að taugafrumurnar svo með tengingur á milli sem eru bara svona vírar og það er þess að hvítaefnið og rannsóknir sína gífurlega mikilvægi hreyfingar og líkamlega atferðlis og það vera aktífur fyrir sérlega hvítaefnið kontaktur á milli þessara taugafrumusvæða og líka fyrir gráefnið. Þannig að við sjáum bara, sko, þarna eru komið lífeðlisfræðilegar ástæði fyrir því akkur við ættum að leggja áherslu á hreyfingu inn í skólan. Og við sjáum það líka þegar við erum að skoða eldri fólk. Ég er búin að gera sko marga svona skoða krakka frá 5 ára og upp í 84 ára elsti hjá mér. Þessir eldri sem eru aktífi eldra fólk, þeir eru ekki bara í betra líkamlegu formi, þeir eru líka oft á tíðum í betra andlegu formi, sennilega út af þessu gráefninu og hvítefninu. Plús það að hreyfing skapar hormóna í líkamanum sem er líka jákvætt fyrir þig. Þannig að þú veist, ég myndi segja að leggja enda meira áherslu á hreyfingu fyrir þá krakka í skólanum sem að ekki er íþróttum. Og hugsaði það Snorri að við náðum að lifta bara öllu á svona ef við hugsaum stærra, við hugsaum bara eins og tökum bara Vestmannir, eða þetta að lifta aktiviteti öllum í Vestmanni með 10%. Hugsaði hvað það er mikið að segja fyrir lýðheilsu. Veist, þetta er þetta gífurlega mikið var svona samfélagslega verkefni og kannski að passa okkur svolítið í matræðina að borða hreint fæði, borða hreint kjöt og fisk og Vestmanningar takið þetta til ykkar. Já, nei, ég er að segja þetta er almennt sko, ef við getum komist þangað náum að lifta þessu upp, hugsa hreyfingu og heilsu líka, þá er það bara vinn-vinn fyrir alla. Algjörlega. Þú talaði þarna eldra fólk og krakka og við erum svolítið búin að ræða grunnskólabörn og þann aldur. En fyrir þá sem eru svona á mínum aldri, kringum á bilinu 20-30 ára og pluss mínus einhver ár þarna og eru, þú veist, í háskóla eða er að fara á vinnumarkaðinn og eru svona að feta sinn veg í lífinu og eru að ákveða hvað þeim langar að gera og ákveða að hafa áhuga á og svona. Er það ekki líka ein stór lærdómskurva eða er maður ekki á fullu að læra og er þá ekki alveg mikilvægt að vera að hreyfa sig til þess að halda þessum hvítu og gráu efnum í gangi og vaxandi? Já, algjörlega og það bara gildi ennþá sömu lögmál? Alveg sömu lögmálin, alla tíð og þetta er bæði við og aðrir búin að finna út að þetta við allan aldur og það eins og ég var spurður að því daginn þá var fyrir próf, þá komið tímarit eða blaðið og var að tala hvað er krakkar að gera í próftímanum og ég sagði koma sér út og þjálfa sko, svo þegar þau eru lærundi próf? Já, komið ykkur í eitthvað svona hreyfingu og það er líka sýndar rannsóknir sem að gera það í Elverum í Noregi að það hefur jákvæð áhrif á stresshormón. Það verður minna stresshormón að vera úti í þjálfun. Það er mjög jákvætt fyrir að vera úti og ég tala ekki ef umhverfið er líka fínt sko. Því að umhverfið hefur líka gífurlega áhrif á heilsu fólks, bæði hvernig höfuðið funkar og heilastarfsemin og allt með skynjun og líka hjartað og þetta basistarfsemin er það að vera í góðri náttúru mjög mikilvægt. Þess vegna segja ekstra plús að fara út. Ekstra plús að koma sér út en ég segi þjálfun er góð en það er ekstra gott að koma sér út. Mér langar svolítið að fara inn á þetta með snjallsímana og það ég bara það er svo bilað hvað við notum þetta mikið og hvort það sé raunverulega búið að sína fram á það kemur ekkert óvart að þetta sé neikvætt en hvort það sé bara neikvætt ég veit ekki með það en þú sagðir að í Bandaríkjunum eyða börn og unglingar á aldrinum 8-18 ára meiri tíma á netmiðlum en þeir nota til að sofa. Já. Það er að segja 7,5 tíma á dag. Já, þetta var frá þessi rannsókn sem hann hefur verið að gera líka hann Manfred Spitzer, þjóðverinn sem gáði bókinu Digital Demons að sko þeir eru, ef við horfum á bara þess að tölu á Bandaríkjunum, þá eru við og krakkar og unglingar að nota mikinn tíma á þessa snjallsíma. Þannig að það er opbóðslega mikið, ég er ekki að segja að taka það af þeim, ég vil hafa enga snjallsíma í skólum, ég bara banna á því skólum að ekki nota nein iPad eða nein, það er að nota tölvur við ykkur verkefni, eða þú ert að vinna ykkur hópum í verkefni,
en alls ekki hafa símana með í skólan, bara láta símana vera heima. Þegar ég var yngri, það voru ekki símar, það bara skipti engu máli, svo þegar ég kom til því núna, ég reddi þessu. Ég fann þetta lokuð þó ég var með gamla Nokia, sko. Skilur, gegnum konta, það hringdi bara í félagið minni, skilur. Þannig að ef við þurfum alltaf að skoða, þú veist, set upp eins og daginn. Ok, þú ert að segja að við notum meiri tíma á netmiðlum eða tölvum og annað eftir að sofa. Það er ómikið. Finna, ok, ég er búin að fara hérna að þjálfa í, senda krakkana úlingin út, nú ferðu að æfa, ferðu í sundlegin að gera eitthvað annað. Senda krakkan eða úlingin til þess að gera aðra hluti og vera svolítið vakandi hversu mikið þú er búin að vera á þessu og gefa sér líka tíma, núna komið þetta, nú er kvöldmatur, við borðum saman núna og það er engi símar, það er bara gemdir inn í herbyggi. Þú veist ekki að segja þetta alltaf eitthvað píp hljóð, sko sérstaklega hjá þessum unglingum, við sagt það er alltaf eitthvað snappskot að koma inn og það kannski rennind kannski 20-30 bara yfir matatímanum, ef þú hefur þetta nála, þá heyrur kannski hljóðistundum ef þú ekki slekka því. Þannig að finna þessar stundir, það sem er ekkit verið að skoða þetta. En það er neikvætt að það sé alltaf verið að ángra með þessum notification, þessum meldingum að þú sért að fá skilabóð eða hvað sem það er. Sko, ég hef ekki skoðað þetta sjálfur, en með það sem Manfred Spitzer segir, þá er þetta mjög neikvætt. Þetta skapar stress líka. Það skapar stress, þetta er ofta á tíðum og það sem er kannski versta við þetta, að það er hægt að senda skilaboð, ég sé það tökum svona vestursliðina, það er hægt að senda skilaboð sem ekki er alltaf jáka fyrir því, sko. Það er að senda ykkur myndir sem þú ekki vilt hafa hérna á Instagram eða ákvörðu vert, það er að senda ykkur skilaboð til þín sem þú vilt ekki heyra, þannig að það er mjög létt að koma með svona neikvæða þætti í gegnum svona miðla. Það er svona margt líka allt í lagi, en það er að, eins og Manfred segir, þetta getur skapað stress og hefur áhrif líka á sjálfsmynd. Og það er sem að gífurlega svona áhugavert að sjálfsmynd eiginlega er spurningin það þetta hvar setjum við rána? Hvar er ráin? Hvað er það sem við óskum eftir að vera? Þú veist, þá eru kannski að sjá okkar myndir og Instagram með eitthvað sem er það, þessi er svo flottum hári eða þessi er svo flottum kjóli eða fötum eða eitthvað. Og þá er það orðið, þar er listin. Og svo er spurningi, hvar meina þú að þú sér sjálfur? Og það er gapið þarna á milli þess að þú sérð að aðrir og það sem að, wow, þetta er flott. Það sem þú myndir óska þess að værir og það sem þú meina að þú sért. Já. Það er svo létt að það stækki og sé alltaf vera, þú ert alltaf miða við eitthvað, þú ert alltaf með hitt í fókus, hvar er listin? Og þú vilt alltaf vera þar og þá skapar þú óró og þú finnur, ég er ekki nógu góður. Og þess vegna held ég að þetta sé eina ástæð fyrir þess að rosalegu, og sérstaklega Íslingar er ekstremi þessu, við erum að nota mest af róandi lyfin fyrir úlinga í Evrópu. Og þetta er rosalega mikið að skoða þetta betur og ég, sko, allir eitthvað talaði mig að já, þessi með þessa greining og það er eitthvað mikið að greina. En ég held að sé kannski aðeins svo mikið með að við maður sér allavega á Norrlöndunum kringum okkur. Og það er svo miklu fyrir að taka, sko, sem að 5% krökkur sem að taka Rítalín í Noregi og 10% í Íslandi. En svo er læknir sem þú veist að það eru 10% að taka amfetamín. Hvað það tala um? Nei, þú veist að amfetamín þú Rítalín amfetamín. Ok, þú veist að 10% grunnsklöputum. Þú veist, og svo er maður að tala við fólk sem heldur sér bara allt í fínanlega með og krakkanir og þá er það róandi lyfjum. Þú veist, unglinga stúlkur sem bara maður heldur sér allt í fínanlega með, sko. Þannig að ég tel að við erum að passa okkur svolítið þarna. Og eins og oft verið að tala um, það eru kannski of létt að fá þessi lyf og það er alls ekki nógu gott að vera að setja stappi krakka lyf nema virkilega þurfa þess. Því að það er alveg eðlilegt að maður sé stundum líði eitthvað illa og maður sé með eitthvað kvíð eða sé ekki alveg í formi. Og það er eins og Manfred segir, allir þessi samfélagsmiðlar með að skapa ekstra stressfaktor inn í þetta og skapa kannski meiri kvíða og óróa hjá krökkum. Og sérstaklega þá tengist það sjálfsmyndinni. Þannig að það er þáttur þarna, en svo ef maður notar þetta í hóu og réttan hátt, þá er þetta bara ágætis. Það er bara geggjað. Ég segi það, sko, geta bæði náði, eins og ég notar svolítið, ef maður er nákvæmlega náður svo símum og þá notar maður stundum hlusta músík og
það bara frábært sko. Þegar maður gerir vel við sig? Ég að segja það sko, þegar maður situr rólegutum á lögðskvöldi og kannski lána hann að síma hjá að dótturinni sko. Stillir á smá músík? Já, það er mjög frábært sko. En þú talar bilið á milli þess sem er langar að vera og það sem þú ert. Það hljómar eins og sko, of stórt bil hljómar náttúrulega eins og neikvætt, en þú vilt væntanlega hafa smá bil til þess að vera stefna eitthvað eða ekki? Svo viljir, sem sagt, ímynda þér bara að vera fótboltamaður og að langa að vera í, ég veit það ekki, í meistaradeildinni en þú ert þar ekki, þá er samt fínt að hafa eitthvað til að stefna eins og bara markmið. Já. Er þetta ekki svolítið það sama og flow-kurvan, flæðiskurvan talar að ef þú ferð of langt yfir, þá byrjar til kvíða og bara stress, en ef þú ferð of langt undir, þá byrjar bara til leiðindi. Þú þarft að finna svona svolítið millivegin á því sem þú ert að gera. Já, það sem ég var að tala meira í sambandi við þetta með snjallsíman og þetta, að það er kannski meira tengt kannski útliti. Já, ég meinar eitthvað sem að þú ert ekkert að fara að breyta nema bara með einhverjum Nei, ég er að segja það sko, það er meira kannski tengt því og það skapi kannski aðstöðu sem ekki er góð fyrir. En í sambandi við, eins og þú tala með sambandi við flow og sambandi við það að setja sér markmið, þá er það gífurlega mikilvægt að þú hafir eitthvað að stefna að og þá er meira kannski að ná árangri í færni eða einhverju kunnáttu, en þá er þetta ekki að tala kannski útlitið þannig sem að þá koma þér í betra form sko, sem er ofta flott markmið að segja að koma sér minka sér 10 kíló eða þá getur unnið að því markmið eða taka matar í gegn, en það er gífurlega mikilvægt, segir allavega Sissi Mihali að áskoranir sem þú hefur séu réttar fyrir þig og þú setjir áskoranir því að þá er það fástuð eitthvað sem að þú notar alla þína orku inni til þess að reyna að ná og það er alltaf jákvættur og sérstaklega ef við náum markmiðinu þá gefur það ekstra gulrót já, ég er það núna en svo þegar maður tekur sér að taka sér 5 kíló þá er rosa jákvættur og búin að ná þessi 5 kíló en með svolítið töffu aðhaldi og þegar hún er því þá er það ekstra gulrót fyrir að ná næstu 5 kíló Þannig eru hormónunni bara settur upp í líkamannum að veluna mann fyrir svona afrök Já, það er sem skapar jákvæða orku og hormónstafsemi sem er bara jákvæð við þig sko. Akkur finna sumir ekki þessa hvatningu til þess að stefna einhver akkur vita sumir að þeir þurfa að missa 5 kíló en gera ekkert í því og akkur eru sumir sem stefna á það að verða bestir í einhverju en aðrir bara leifa því að slæta fram hjá sér og gera ekkert í sínum málum Já, þetta er góð spurning og það sem stór spurning en sko það þarf kannski að vinna svolítið með þeim aðilum í að eins og við tala áðan að þú getur bætti, þú getur haft áhrif á þetta, en það krefur viljastyrk og það krefur líka kannski svona stuðning af ykkur í kringu, eitthvað sem getur kannski aðstofa þess í þessu, fylgist aðeins með þér og segja hvernig gengur núna, ertu búin að hvað ert að borða til mig, segðu sem eitthvað að létta sig, ok, hvað ertu búin að borða í dag, bara senda svona skilabók hvernig gengur og hvað ertu búin að léttast og eitthvað sem er mælanlegt, þú vil létta þig og þá getur þú mælt það sko. Þannig að það þarf að vera mælanlegt og þannig að tala positive feedbackið þegar ekki. Já. Hvaða fleiri þættir voru í þessu? Ég sávast með þetta á fyrirlestrinum. Nei, við erum að tala sko að þetta jákvæða feedback er gífurlega mikið og það er oft þessi eitthvað aðeins sem kann það sem þú ert að vinna með. Þú bara á kunnáttuna á því sem þú ert að gefa feedback á helst. Já. Og svo erum við þetta með að þú sjálfur líka sjálfur að þú sért að bæta þig. Að þú þarf, sko, ég er náttúrulega að hafa viktina og segja ok, ég er réttir leið núna og það er það sem er líka styrking fyrir þitt nám eða fyrir það að breyta þér eitthvað að skapa breytingu og svo náttúrulega er þetta með þessum við tölum við sko með þess að þú verður að sinna þessu sem ætlar þá að taka stáfið sem að segja létta sig þá verður þú að taka þá mataræðið og hreyfinguna þá í gegn og helst bæða atriðin til þess að ná sem bestum árangri og svo er þetta eins og segir mér að segja sko, með áskorun með færni. Þetta er þessi 4 svona prinsip sem við höfum mikið með og við fundum út í okkar rannsóknargrein. Og svo er eins og Clement Jones sem eru frábæri fræðimenn, þeir segja líka og það er svona meira tengt kannski heila starfsemi að use it or lose it. Þú notaðu þennan hluta heila til þess að bæta þig og þá getur þú bætt þá starfsemi eða bætt þá kunnáttu af því sem þú að vinna með. Hvort það er að vera góður í bridge eða að vera góður í Candy Crush þá er þetta fástu eitthvað sem er brýnið þig en það er ekki það með að góður í Candy Crush að þú sé góður í bridge, það er líka mjög mikið séræðinganda sem við sjáum og þannig að þú ert
alltaf að reyna að vinna til þess að bæta hluti. Þú sett að reyna eins og segja improve it, það er að segja use it and improve, það er að segja reyna að bæta þann hlut sem þú að vinna með. Þá ertu svona rétti leið sko. Og það að eiga þessi breytingar í stað í heilanum. Er það raunin? Þegar þú ert að læra eitthvað eða þú ert að vera betri að spila á píanó eða hvað sem það actually breytingar eiga þessi stað í heilanum. Já, það er svo Clement Jones og Edema að segja, þessi flottu fræðimenn á sviði, þegar segja sko, þegar þú skapar breytingar þinni aðferð, þú ert að vera betri í einhverju, þá skapast breytingar í heilanum. Alveg sama ef þú ekki notar þetta sem þetta hafi verið góður í ykkur áður og þú notar eitthvað lengur, þá getur það verið verra, þá minkar það svæði í heilan sem var nota í akkur þegar sem vinna með, þess að ég lærið frönski menntaskóla, ég held ekki 1 ár í það baði bóðans í orð sko. Þú veist ekki eins og hvað það þýðir? Nei, maður búin að gleyma öllu sem maður læri það maður ekkert að nota og það segja fólk sem læri tungumál, þú verður að nota tungumál til þess að verða betri og helst þarf að fá eins og ég ennþá ekki alveg nógu góður í norskunni að ég kannski ekki fengi nógu góða kennslu í því sko. Það fólk að segja rétta með að segja fyrir þetta eða að segja þetta svona ennþá, búin að vera 25-30 ára núri sko. Já, okay. þannig að þú veist þannig að það hlutur sem mikið að hugsa að þú getur bætti og getur þá breytt ákveðin starfsemi sem mikið fyrir þann þátt. Mér finnst þetta gleymast svolítið þegar maður verður eldri. Mér finnst þetta svo að sé eitthvað svona ótti við að læra eitthvað nýtt þegar þú ert komin á einhver svona aðeins öfri ár. Getur það verið? Að fólk svona, ég læra á píanó, það nú ekkert, það, veist. Mér finnst þetta svo allir hafi svona ofsa trú á því að þú getur lært allt sem barn og enda örugglega heilastarfsemin töluvert frjóari þá og þú ert örugglega miklu betri að taka þér nýja hluti og læra þá. En mér finnst fólk svona, og eins og bara á mínum aldri, mér finnst mjög lítið það að fólk fari í skráði sig í píanónám eða gítarnám eða byrja að læra spænsku eða frönsku eða hvað sem mér finnst þess að fólk svona gleymi því að bara þú ert lélegur í einhverju og þú getur breytti, þú getur byrjað að æfa eitthvað og orðið actually góður í. Já, það ég er bara svona dæmi mig sko, ég spila svolítið svona á trommur og bongo og svona að vera að leika mig bara því gegnum tíðina og svo var ég með í svona smá band úti og þá var nokkuð félagar þarna og svo eitt sem spilaði á trommu með okkur og hann vitur á trommunum og þá vantaði bassaleikara og ég fekk mér bara bassagítar og er bara orðið svona þokkalið, ekki segist góður ég er svona komin aðeins upp í námsprófinu en með góðan kennara, strák sem er frábæra gítar en líka bassaleikari og hann er búin að kenna mér, hann er góð mentor fyrir mig og við erum að syngja og spila lög og hann er maður bara, þú veist þetta lærið ég hefa 50 sko, þannig að það er ennþá möguleiki að læra bassagítar þú veist 50 sko, en það þarf mikla þjálfun og til þess að koma kannski áfram upp en námstígan þá hefði ég kannski að æfa ennþá meira og þá að fá hann með mig félags og hjálpa mér ennþá meira í því sem ég er að fá stjórn, hvað ég þarf að laga. Já, en það er þá með þetta hugafar að hugsa, já ok, ef ég ætla að vera betri þá þarf ég að æfa mig meira, en sumir eru bara með, ég er ekki náttúru talent á bassa, ég ætla ekki að snerta bassa. Nei, já, einmitt, og það er kannski svona í þetta með mindset og hugafari, þetta hugafar að þú sjáir möguleikana á breytingu sem er opbóðslega mikið eftir að fá inn og þetta fólk skilja að þú getur orðið betri, eitthvað eins og ég fekk stelpur inn þegar ég var aðeins yngri og var aðstöðu í algebru, þú veist, það kunnu lítið í algebru þegar ég kom inn og eftir kannski 10 tíma og bara mjög góðar og fengur sjálfstrust í staðfræði þegar voru mjög góður í algebrunni. Þannig að það er hægt að vinna með þessa hluti og skapa það að þú getur orðið þokkalega algebru með góða kennara sem hjálpa þér í því að ná þessu grundvallaratriðum þar. Eins og ofta tíðum mínus þau fram að svigar, oft mjög erfið fyrir marga og þú nærð því, sko, þá ertu komin áfram í algebrunni og þannig á þau öll svið sem við erum að fást við, sko, að þú kostið það að kynna sér ákveðin eins og maður læði í gamla daga að læra þú veist, bæði borgir höfuborgir í Evrópu og þú bara fórst inn og lærið þetta sko. Og það er þetta að kenna það snemma sko, bæði með lönd og annað hvað þið eru og það er bara spurningum að skapa áhugan og vinna svolítið með það sko. Algjörlega. Þannig þú talaði svolítið mikið fókus líka að það sé einn af lykilþáttunum í áttina árangri.
og svona til þess að tvinna það saman samfélagsmiðla og snjallsíma pælinguna. Það ekki svolítið að stangast harkalega á? Ekki svolítið árekstu þar að vera fókus og vera sinni ykkur og eins og þau tölum byrjun með að eyða miklum tíma í eitthvað. Það munur á því víst að eyða tími í eitthvað og að eyða tími í eitthvað og virkilega sinna því, að vera virkilega að reyna að bæta sig en ekki bara þykjast vera að bæta sig með því að vera spila á píanóið og vera ekkert að pæla í því. Fattar hvað ég er að fara? Já. Það það sem að, þú veist, við erum að tala þessa starfsemi kallast á enskunni cognitive functions. Það er algjör grundvallar atriði eins og ég sagði þetta með fókus, að þú sért fókuseraður á það verk eins og þetta fást við og það á sama eins og menn að segja að þú ert að keyra bíl ekki svar í síman að gera neitt sem getur truflaði, þessum sagt þessu að eldri 65 plus í Noregi segja keyri bara sjálfskiptabíla til þess að vera allavega ekki að vesens með að skipta gírstönginu að það bara þetta fókusera á aksturinn og nota það bara eitt fót í að stjórna bensíngjöfinu og bremstónum. Þetta allt hluta því við vitum að með auknum aldri þá minnkar bæði taugafrumur eins og þetta gráefni, það verður minna því eftir hvert, það sýnar rannsóknir, það bara línjar frá 10 ára aldri og þá bara minnkar þetta stöðut og nema haldir í við á góðan hátt að það minkar samt svona línan sem slík og það hlutur sem að hefur líka áhrif það að þegar við erum eldri þá þurfum við ofta tíðum kannski ennþá meira að vinna með hlutur sem hafa fókusið til þess að bara eins og ef ég horf á fréttir og eitthvað að tala með ég næ engu fréttunum ég verð bara að fá að horfa á fréttir þar í friði ef ég ætla að ná fréttunum annars bara slökk á sjópun og tala þennan einstaklega sem er að reyna að tala við mig því að þess að vita hvað hann er að tala og þetta á sama við og þetta sem að mannfrýr og fleiri sem er að skoða þetta með snjallsíman og nám að hafi þetta í skólastofunni og sé eitthvað trufla einstakleikana að notum frekar skólatímana og skóladaginn í að vera í þessu skólaumhverfi, námsumhverfi og sköpum frekar, rannsóknir í Noregi nú að sýnt að leið og tekur síman út í skólanum, þá allt annað leikur í frímínútum, heldur að krakkan sem er síman í frímínútum. Það er miklu meiri aktivitet og svona interaktsjón milli aðila að tala saman og þess að allt annað leikur heldur þau með símana. Þannig að þegar við erum í skólanum og við ætlum að læra eitthvað, þá þurfum við virkilega einbytta okkur að því og þá má ekki trufla þá einbytni til þess að fá með því þar sem þetta kynnast og margir þegar maður talaði framúrskarandi nemendur, þá eru þeir vakandi bæði í tímum, þegar við mæti tímana, þeir skrifa niður þessi kennari fyrir gegnum og aðalatriðin, þeir eru ekki til neinu öðru og sama heyrir maður að þeir eru þegar þeir fóra heim, þá eru þeir að lesa, þeir eru að lesa með einbyttingu og þá náður þessu inn á betri hátt en hinir sem ekki eru með þessu einbyttingu. Og þeir eru vantilega að kenna heilanum eða forma heilan þannig að þegar þú ert að gera eitthvað eitt, þá ert að gera það og sinna því á fullu og heilin lærir það. En lærir heilin líka að þegar hann fær alltaf þessa truflun, til dæmis að þú ert að lesa og ert með síman tilbúin hliðina og hann er alltaf að pípa eða þú ert alltaf að fá notifications, lærir heilin þá að fókusa ekki, fattar hvað er að fara? Já. Sem sagt, lærir hann að gera þetta illa út af því að hann er í þannig umhverfi að hann er alltaf truflaður. Hann lærir í raun að multitaska eða þetta fyrir öfu átt. Já, þetta er mjög erfið spurning. Ég hef ekki skoðað það sjálfur en ég held að það að vera í þannig umhverfi það náttúrulega getur kannski á einhvern hátt lærst að þú náður að takla það umhverfi betri hátt eins og búið í New York og ég talaði fræðmann daginn sem býr aðeins út á New York og ekki verið í New York lengi og svo komið nú bara að hann við, wow, öll lætin hvað hátt hljóð í umferðinu og allt þetta, það var bara mikið fyrir að það verið ekki í New York í 3 mánuði. Þannig að maður getur vanist ýmsu en það er kannski ekki optimalt. Nei, einmitt. Skilur við, og sérstaklega fyrir krakkar sem eru, ég veit eins og að heyra svona suð getur jákvæmt fyrir fólk með ADHD. Það er fræðimaður í Sóndali í Sogfirði sem var að skoða það. Að svona heyra suð eins og þegar sjóastæki gamla fór út það getur verið jákvæmt fyrir einbindingu hjá sumum aðrir sem eiga eitthvað námstæðurleika stríða. Þannig að þetta er mjög spennandi svið en
það er allavega sko þessi menn sem að ég hef verið að leitast við og skoða í sambandi við sko þetta með fókusinn, að þeir sem eiga erfiðast með eins og opna skóla sem eru ekki lengur bekkjakerfin, það er kannski 4-5 kennarar á 70-80 krökkum eins og mjög algengt í Noregi, kalla opna skóla í staði fyrir svona bekkjar kerfi. Að ég hafði stúdent sem að skoða þetta sem tók klíniska sálfræði og skoða þetta var lokaverkefnið hennar, og hún fann út að þeir sem að eiga erfiðast með þess að opna skóla eru krakkar sem eru með námsverðileika og sérstaklega þessi með ADHD, því þeir eru alltaf að missa fókusin sem að skeið kringum sig, þeir eru alltaf að horfa á hverja ferðin þarna og þessu óró, þeir sem að virkilega kannski eiga erfitt í skólan, þeir þurfa helst að hafa eitt góðan kennara sem þeir þekkir þá mjög vel og getur þá stutt þá, þannig að þeir eru kannski 4-5 kennarar í sama svæðinu og þá missa þeir líka hennar konta sko. En hún fann út, hún tóði að það hefur gífurlega áhrif á þessa krakka sem að eiga erfiðast með skólan. Já. Hefur eitthvað skoðað hugleiðslu og hennar áhrif á fókus? Ég hef ekki skoðað sjálfur, en ég veit bara aðeins þá starfsemi og það er bara, held ég að sé mjög jákvætt upp á fókus og að og sérstaklega þetta róar niður sko, þetta róar fólk aðeins niður og það þarf að fá þessi innri ró sko, og það held ég sko þessi, þegar maður er að vinna með þetta mindfulness eða meditation já, það held ég sé bara jákvætt sko, það er bara jákvætt fyrir fólk að vera aðeins og stunda það. Ég er bara að spá í því sko, það er svo mikið kvíða og þunglindistal þessa dagana og fólki líður illa, og ég var líka bara að hugsa út í það sko, hvenar er fólk svona eitt með sjálfu sér, hvenar ertu, og þú ert að tala að sé gott að fara í sund og þá ertu allir á staðnum og allir að tala saman, en sko þegar þú ert með snjallsíma og þú kemur heim úr skólanum, tökum dæmi fyrir einhvern úling, þú veist, af hverju myndirðu gefa þér tíma til þess að virkilega hugsa út í hvernig þið líður eða skoða eigin tilfinningar og svona pæla í stöðunni þegar þú getur farið á Instagram og sé hvað einhver var að senda þér eða hringt í vinin og farið út að leika og hitt hann. Þú veist, er ekki bara svolítið skortur á bara í rauninni engu að gera, er rauninni að leiðast eða að bara líta í eigin barm? Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér og þetta er sko hlutur sem að þess að segja menn eins og fara út á skokk eða út í göngutúr. Þetta er náttúrulega algjör hugleiðsla fyrir suma. Já. Káristeinn, okkar fremsti hlaupari, hann sagði mér að hann hleypur ennþá í dag þó sem sé ekki að keppa og hann sagði að þetta er svona mín hugleiðsla. Já. Það er þessi tími sem, og ég, sem segi, mér finnst gaman að lögina með öðrum, en mér finnst líka mjög gott að vera einn og þá syndi ég oft og sitt í hitapottunum og saltpottunum og bara nýti þess að vera til staðar í augnablikinu og það þarf að vinna svolítið með það að krakkar fá að kynnast þessu að fara í göngutúra, fara í joggitúr alein líka, skilur ekki, líka með, alltaf að fara með líka einhverjum öðrum, en svona kynna sér líka að vera bara ein og hvernig er að vera í róligheitunum og skapa þessa innri ró leið og þess að segja þá kannski fara þess að leið og koma að hugsa og annað sem að gera verka með þeir líður ekki náðu vel og það er alls ekki náðu gott sko. Og ég held að og það sýnir líka bara líka með þjálfun og örugglega mindfulness líka þó ég ekki skoða það sjálfur persónulega þá held ég að það sé bara mjög gott fyrir svona basis hormónastarfsemi sko. Við veitum að út að hlaupa þá kemur ákveðna hormónar sem eru mikið góðu fyrir líðan og það sama á stað þegar í þessari hugleiðslu og það sama á stað þegar með góðu fólki sem líður vel með sko. Og það er líka atriði sem þið sögðu þess að með gráa og hvíðaefni að þú veist, reynda að vera í góðum tengslu með fólk, vertu með fólki sem er góð áhrif á þig sem að þið líður vel með og og er ekki alltaf að pressa og bara er þetta fyrir þig og eru bara í róliheitunum. Það er líka þetta með að læra nýja hluti, þú veist, þetta var líka svona, þetta var hreyfingin og þetta var að vera með góðu fólki og það var að vera og reyna að læra nýja hluti. Þetta var svona því þættir sem voru mjög mikið að til að halda grá á hvítaefninu bara við og það sé ekki að minnka. Hvað með streitu verki? Þú veist að með einhverjar hvort það var rannsóknir eða pælingar með það hér á landi og það var mikið kynja hlutvall eða svona mikið munur á
kynjónum hvað var að streituverki hérna á Íslandi? Við vorum með doktorsnema sem var sjúkraþjálfari og búin að vinna sjúkraþjálfari mörg ár og kom svo inn í háskólasystemið okkur núði og tók doktorsnámið núna. Og hennar verkefni var að skoða unglinga, 15-16 ára krakka, því hún sá það að það voru að koma fleiri og fleiri inn í heilbrigðiskerfið og hún sem sjúkraþjálfari með svona ákveðna einmisli og annað og sem að þau veist ekkert út af hverju. Þannig að hennar doktorsverkefni var svona meira að skoða sérstaklega kynjamismunur í sambandi við pain eða sem eru einmisli og hérna stress. Og það er náttúrulega gífurlegur munur á kynjónum á þessu sviði, 15-16 ára. Það eru mun fleiri stúlkur sem að þjást eiga erfitt með stress og pain heldur en strákar. Og þetta hún búin að skrifa doktorsverkefnum og að fara nú í doktorsverkefni eftir áramótin. Og þetta mjög áhugavert á mörgu sviði að þarna finnum maður kynjamismunum á 15-16 ára krökkum og það getur verið ykkur innibyggði mekanisma sem að tengjast erðum og getur líka verið þættir í samfélagi sem að gera verkum að stelpur eru meira hvað sem móttækilegar fyrir slíku áreiti og við sjáum þetta eins og hún notaði sem doktorsnámi hún notaði það er önnur grúpa hjá okkur sem búin að skoða krakka frá 1 árs aldri og nú eru þau 12 ára búin að fylgja þeim eftir í mörg ár rosalega verkefni hjá okkur sem heitir Tíli Trygg í Trondheim og þeir fundu út í þeirra 4 ára krökkum að það kynjamismunur í svefnvandamálum að stelpurnar eiga 4 ára gamlar 3-4 ára gamlar með mun meiri svefnvandamálum að stríða en þannig að drengir og það var að tala stórt úttak af krökkum. Já. Þannig að þetta tengja með meira kannski við eitthvað svona erðir, eitthvað sem þú ert með, eitthvað sem meira móttakileg fyrir. Það hefur líka verið, ef við tölum að stelpa þessu eitthvað sem meira að spá í þessa interaktsjón sem við sjáum að það tala meira við og það eru meira að reyna að tala og svona. Það hefur líka skapast meira kannski eitthvað stressi á sambandi við það. En þetta mjög áhugavert og við sjáum þetta koma snemma eins og stelpur, þetta áhugavert að stelpur eiga meira vandamál sambandi við stress og einmisli og svo meira svona, sjálfsmynd og þess að hluti sem þeir skora læri en strákar oft á tíðum. En strákarnir meira erfiðleika eins og með lesblinduna, oftara erfiðleika eins og með hreyfiþroska erfiðleika, fleiri með átísmi og þess að hluti sem þess að einhverfu. Þannig að þetta svolítið svona sérstakt að þarna kynjamismunur í bæði þáttu sem tengjast námserfiðleikum og svo hins vegar þáttu sem tengjast meira svona, meira svona tilfinningarlegu þáttum sem stelpurnar eru meira neðar eða meira erfiðleika og strákarnir meira erfiðleika saman við námserfiðleika. Þetta svona áhugaverð sem að við sjáum og aðrir sjá í rannsóknum. Og engar niðurstöður komnar í þessu eða einhverjar svona hvað sem tilgáttur af hverju þessi mismunur Það er ennþá þetta ennþá bara þessa mótir, já, við erum ekki komni lengri það, geta sagt bara að þarna eru mismunur og það er mjög erfitt að segja fyrir hvort það eru klárlega einhvers konar genetíska erðabreytur sem valda eitthvað þessu í grunninn, allavega sambandi við þetta með tilfinningar og það er klárlega í samspili með umhverfi. Þetta með drengina, akkur eru fleiri drengi sem eru með erfiðleika sambandi við lestur, það er sennilega líka samspil en eins og við séum það getur tengst líka það að stelpunir eru meira móttakileg líka fyrir að ræða málin og annað spjalla. Það getur verið þáttur sem að eins og nú erum við rannsókn úti, við erum að skoða 6 ára krakka það kynjamismunur í lestri eða bókstaf hljóðkunnáttu, þeir kunni ekki að lesa en þá nema nokkur, eða kannski við finnum að 20% kunna að lesa og það eru 70% stelpur sem kunna að lesa þeir byrja í skólanum sem að 20% krakkarnir kunna að lesa og það eru 70% stelpur. Eftir fyrsta skólaárið eru 20% sem ekki kunna að lesa og það eru 70% drengir. Já. Og við sjáum líka það kynjamismunur í lestri
eða þessar bókstafljókunóttu, það er ekki kynjamismunur í svona grunnleikandi stærðfræði sem geta að byrja á þessum aldri, það er prófið nótuð þar. Er bara jafnt þar þá? Já, engin munur þar og það er engin munur í þessu kvöldum svona, þetta með fókus og þetta vinnuminni sem við skoðum líka og það er engin mismunur í hreyfifærni. Þannig að eini mismunur finnum þegar við byrjum í skólanum, í þröndum með hana, í þessu skóla sem við skoðum, er lesturinn. Eða sem sagt, já, þetta sem koma að lesturinn. Hitt er engin mismunur. Alveg sama finnum við 9 ára börn. Það er eini mismunur þá bættum við inn líka sjálfsmynd og hreyfifærni. Líka á Áslandi. Eini mismunur er lesturinn. Þannig að engin mismunur á öðru sviðum. Áhugavert. Já, þetta er mjög áhugavert sko. En hvar skilar þessi mismunur sér út í samfélagið eftir nám? Já, það er líka svolítið áhugavert sko. Við sjáum það að það er við sjáum PISA. Öllum löndum í PISA er kynjamismunur í lesskilningi. Þegar við erum að skoða rannsóknum allavega norsku fólki, eldra fólki, þá er engin mismunur. Við erum að skoða stúdenta náttúrulega í háskóla, engin mismunur, milli stefnastrákur saman til lesskilning eða sko lestur. Þannig að sá mismunur svona breytist með auknum aldri, en síðan sjáum við það að það eru fleiri drengir sem falla út úr skóla 15-16. Við veitum að það eru fleiri drengir með lesblindu. Og svo lesblinda er mjög mikilvægt að reyna að bæta því þetta oft á tíðum detta út úr skóla, klára ekki menntaskóla, sem þetta gífurlega mikið að þú klári menntaskóla þannig að það hafi ákveðna möguleika eða iðnnám eða fari í hluti sem þú getur þá alltaf unnið, komist út á vinnumarkaðin. Þannig að þar eru drengir í meirihluta og við sáum bara rannsóknum koma á Íslandi núna að það er að sína að sko, drengir 20-30 ára mun fleiri sem að fá örorkubætur út af þá einhverjum andlegum vandamálum. Þannig að þessi hópur verður eins og ég sagði áðan sko, þessi 20-30% sem eiga við erfiðleika stríða og tengist örugglega þessi 28% sem ekki lesa sér nú vel til þess að skilja textan. Það gerir eitthvað með þeir sem persónu ef ekki til lesi og ekki getur tilengaði kunnáttu á sama hátt og hinir. Það hefur eitthvað að gera með sjálfsmyndina þeirra. Þannig að það er mjög mikið að taka á þessu málum og reyna að lyfta þeim upp sko, reyna að bæta þá aðeira sem eru þar sko. Þú varst núna áðan með fyrirlestur í HR allavega annarskiptið með stuttum millibili fyrir framann nemendur sem vildu fá að vita hvernig maður skarar fram úr. Hvaða ráð varstu með svona til þeirra? Hvað hefur þú lært í gegnum þín ár í Noregi sem geta nýst fólki sem er að læra eða vill bara gera betur í hverju sem það er, hvort sem er íþróttir eða bóklegt nám? Já, eins og ég sagði áðan sko, þá er sko að reyna að finna þitt áhugasvið. Já, það er stórt. Það er mjög mikilvægt að oft á tíðum getur að tekið smá tíma. Það getur verið pressa líka á þessum krökkum að fara í sama vinurinn og allt þetta sko. Þess að kannski fara margir í vistafræði og lögfræði í Íslandi held ég. Það er pressa á það er flott að fara í það sko. Svo fáðu kannski ekki allir góða að vinna eftir hvert. Þú veist, það er mismunandi hvað er að vinna. Þannig að það er, og svo kannski að ekki finna sig í því að þá getur tekið smá tíma að finna hvað þú eru áhuga. En það var viðtal við fremsta svona í Noregi sem hefur að vinna með svona hvað sé karriér eða svona hvað sé í Íslandingunni, það er bara ferillinn. Já, svona þú veist þess að fyndu það sem þú hefur brennandi áhuga á og gerðu karriér innan þess. Var þeirra ráð. Það var skrifað 2 síður stærsta bræða Noregs daginn. Þannig að þetta svona stemmir mikið það sem við erum að tala sko, því að ef þú er áhuga einhverju, þá er léttar að nota tíma í það að vera ennþá betri, eins og við törum snaga, þú hafið marga snaga í byrjun og svo spurning hvaða snaga viltu gera sterkan og stóran og þetta er alveg sama við að finna sitt áhuga sitt, hvar viltu hafa það og hvernig getur orðið svona
þessi mínu expert á því sviði, allavega eitthvað þú hafðir eitthvað með fram að færa á því sviði og sett góður í því, það getur verið alls konar svið, sumir á trúarbrögðum, aðrir á sálfræði og skilur, það getur verið ýmis konar svið sem þú velur, en reyna að finna eitthvað, þetta finnst mér gaman að fást við og það svona, ég stjórna meistaranum úti sem er svona meira tengdur skólasálfræði og það svona einn af 10 sem eru tengdu því meistaranumi og mínir nemendur fá að velja það ákveðið rammi, við erum að vinna alltaf með gen og taugakerfi og aðferð og þetta umhverfi, hvernig það vinnur saman. Þeir fá að velja innan þess ramma. Hvað vilt þú skrifa um? Og þeir kannski nota 2 mánuði að finna það út, meðan að sumir aðrir, það kannski einn annar sem að fylgir svona eins og ég, hinn átt að fá bara, þú gerir þetta prósjekt. Það er að meistaranám. Þú gerir þetta prósjekt sem þú átt að gera svona. Það sem sýnir sig, þetta lærði ég að mínum leiðbeinandi doktorsnáminu, John Whiting, hann sagði, ef þú lætur nemendur finna sjálf verkefni sem þú vilja vinna með í meistarnáminu, þá voru þetta meistarnám, það er svo mikilvægt fyrir þau að finna og pressa sér hvað innan þessa stóra ramma frá genum til umhverfis vilt þú fókusera á. Og ég fengi því að það gerir því mjög sterkar þau komin út. Og sama gerði hann hafði ákveðið ramma líkina doktorsnáms, finndu það sem þú vilt vinna með. Hann hafði engin prósitt fyrir það, eins og margir aðrir fræðimenn já, þú gerir þetta prósitt og kemur inn í mitt prósitt og gerir þetta og þetta. Þú veist, látum þau finna hvað þau vilja vinna með. Og þess ég fengi stráka inn á skrifstofan mín og sagt, Hermundur, eins og eitt komið daginn sem þetta gamall skíðastökkvari, eitt af bestu í Noregi. Svo kom hann að sagði með sína sögu, hann var meiri í meistaranum hjá okkur og hann sagði, Hermundur, ég datt þegar ég var 25-6 ára og kom aldrei aftur inn í skíðahopið. Ég var alltaf með þetta andlega hræðslu að detta. Þegar við fljúa yfir 150 metra, 200 metra stundum. Já, það ekkert grín. Og hann sagði, get ég skoða verkið sem tengir sálfræði þáttum í skíðastökki? Já, bara mjög áverð. Þannig að við fórum að finna séma af sjálfsmynd og flow og þetta með hræðslu, hvernig þú tekur þetta vorrís. Og hann gerði 5 séma sem hann notaði og svo að spyrja hvaða grúppu getur þú fengið, hvaða hátt getur komist í eitthvað topp. Já, hann þekkti landsliðsþjálfarann, norska, sem þekkti yfirmann yfir skíðastökkinu í Fís, þannig hann hafði fund með þeim og hann testaði bestu hoppar í heiminum, 50 bestu hopparana og sá sem sagt klálega að sálfræðilegi þættir hafa 10% af árangunum yfir allan veturinn, sem sagt þú sást hvernig skoruðu þá var þessi 20 keppnir yfir veturinn, hvernig skoruðu í þessu World Cup, hver þeir byggarið skilur að lokum og það er sem sagt, hefur 10% að segja með árangu þeirra yfir veturinn, getur skýrst frá sálfræði þáttum sem hann var að skoða og hann birti greina núna í topptímariti Frontiers in Psychology og fyrsta greinin sem skoða skíðastökkvara og sálfræði þetta í heiminum. Spáði þetta, við erum ekki komnið lengri en þetta. Í sambandi þetta er svona, hann fylgdi sínu áherslu, hann kom inn og vildi gera þetta svona verkefni sem þetta er sálfræði þáttum í skíðastökkvi. Já, ég bara gera flott verkefni og þetta gerir það að núna er hann búin að segja doktorsnám, er að koma sér doktorsnámstrákur og búin að skrifa sína prósipi, skrifa sér sjálfu sem byggist á meistaraverkefninu og við bara studdum hann í síðu og skoðum það yfir, lásum yfir það og annað. Þannig að við erum vonast að hann sko mest áfæðistrákur sem er frábær og duglegur og sama annar strák sem ég fekk daginn líka. Hann kom inn og þá var hann gamall trommuleikari með langt sítt hár og bara taka flottar einhvern veginn í sálfræðináminu, fann sig alveg í sálfræðinni, tók sér tíma fyrir að finna það en já, sálfræðin. Það var efnið Hann kom inn og skrifstofuna og spurði, Hermundur, ég hef nú búin að vera í trommuleik og svona, spyrja hefi rockbandi með 2 bassatrommur og allt geti gert með trommuleik? Já, við finnum út úr því. Hann enda með það að við vorum konum með verkefni sem skoða út frá sálfræði þáttum með svona hvernig þú stjórnar hreyfingu, það er þess að hreyfingin eins og höndin er stjórnuð bæði frá vöðum í öxl og svo er líka aðra vöðvar sem stjórna fingrunum. Og þetta eru mismunandi, fingur og úlliður er stjórnað alltaf píramídabanur sem er alltaf krossaður upp í heilan, þannig að hægri fingur stjórnað vinstri út af heilans og öfugt, meðan öxlin og olbóin og stjórnað af báðum heilalutunum. Þannig að þetta á svona proximal distal, proximal axlirnar og distal fingurdir.
það var svona grunnhugsunin og svo komum við líka inn í hvaða grúppu hafa, fáum bestu trommuleikur sem finnum í þrándumi og þá sem eru ekki eins góðir, ekki búin að vera stengi í þessu, þannig að hann skoði þess að topp trommisa og það sem voru að sneðar á proxima distal control, hvernig stjórna mismöndu hreyfi, hvort sem það er í úlliðnum eða öxlinni, þannig að hann fylgdi sín og það er líka byrt þessi grein hans, þannig að þú getur stutt nefnduna í að finna það sem þið vilja vinna með og með þess að enda með víkstagreinum, það er markmið okkar, skilu, að við, þú veist, erum að hjálpa þeim, þetta er svona dæmu svo nokkra súður sem ekki hafa byrt verkefni, það hefur ekki verið alveg á því nýfói, skilu, en allir sem kom inn hjá mér fá að velja sitt verkefni. Ég held nefnilega að vandamáli liggi mikið í því að núna þessi árin þá er einhvern veginn allt í boði. Þú getur valið að gera hvað sem er. Já. Og það er bara yfirþyrmandi. Þú veist ekki hvað þú velja og þú bara endar á því að velja það sem allir hinir völdu en innstinni það langaði kannski bara að klippa hár eða sprauta bíla eða búa til, þú veist, ég veit ekki, vera kokkur eða hvað sem það er, eða vera brimbrettamaður eða snjóbrettamaður og maður sér alveg svona eintök þau eru til á Íslandi bara eins og maður horfir á Björk eða Halldór Helgason snjóbrettamann eða allt landsliði bæði kalla á kvenna, þú veist, þetta er fólk sem lagði fyrir sig eitthvað sem að enginn hefði örugglega ráðlegt í að gera sko. Og eins og Halldór Helgason snjóbrettamaður, ég veist, eitthvað segir mér að fólk hefur að mæla gegn því að hann var alltaf að stefna á því að fara í fjallið á daginn frekar heldur en að læra heima eða hvað sem það væri. Þú veist, þannig er einhver massífur áhugi og líka ákveði hugrekki til þess að fylgja því eftir. Já, og það sjáum við greinilega og það eru sko núna konar fræði svið eða svona fræðimaður sem búin að byggja upp ákveði svið sem byggist náttúrulega á rannsóknum og það voru, eins og segið, það voru fræðið með einhverjum 1900 sem voru að tala um þetta sem grýtt eða sem við köllum þrautseigja að hún segir sko þrautseigja og það farin í ákveði verkefni með þessu þrautseigja og viljastyrkina vopni er gífurlega mikilvægt og hún tók dæmi frá rannsókninni því að sko West Point er eina töffustu hernámi í Bandaríkjunum og það, svo þeir eru alla menntaskólanir að byggja sig upp til þess að komast inn í þetta hernám og þeir fá þá einhvern bæði frá menntaskóla og þessum prófum sem þeir kom inn í bæði vitsmunaprófum og líkamleguprófum og fá þá tútalskor, skor sem að gera verkum við komast inn. Og svo skildur ekki þessi sem var að kringum West Point að það var margir sér dött út fyrstu 2 mánuðina. Og sérstaklega skildu ekki hverju það eru, þegar var ekkert samband á milli einhverna sem komi inn á í þessum mismunandi svæðum, þessi sviðum, eða hverju dött út. Þannig að þessi stelpa, þessi Angela, hún kom með sinna grýtt séma og hún fann út eftir hvert að grýtt sémað og það árangur sem farið í grýtt, þessu þrautsegjunni, getur sagt fyrir hverjir detta út úr hernáminu fyrir 2 mánuðina. Þannig þeir sem detta út eru væntanlega með minni þrautsegju. Já. Og er þrautsegja eitthvað sem þú býr til eða sjálfur? Já, þrautsegja hún meina það að þetta sé þjálfarlegt hugtak. Okay. Það er náttúrulega hluta þessu getur verið náttúrulega tengt genum aftur eins og tölum og umhverfi og þetta er að byggju þrautsegju fólki að ekki að gefast upp. Já, og maður hugsa líka bara eins og eitthvað svona sem elst upp í sveit í dag eða eitthvað svona, hann Siggi, hann náttúrulega elst upp á Bóndabæ og láti hann fara út að móka flórin klukkan 6 á morgnana. Já, ég er að segja það. Þetta er bara, þú veist, líka þetta skapa þannig aðstöðu þú verður að standa því sko. Þú veist, ég var hérna sundlaugur 12 ára upp í þeim Borgarfirði sko. Bara hverjum degi 8 á mótana var sundlaugur sko. Skilur þú meina? Ósittur. Já, góða sundmaður. Þannig að sko, þetta er spurning og hún segir að þetta sé hægt að bæta þessa þrautsegju hugsun og hún sýnir líka fram á það að það er meira að segja fyrir þinn árangur í framtíðinni að hafa þrautseguna og sterkur á þessu grýtt eða þrautsegu heldur en að vera með mikla greind og hún nefnir það að sko, oft þeir sem er háa greind að þeir eru oft leiðir þeir hafa háa greindi þeir stundum kannski hafa ekki haft svo mikið fyrir öllu þegar kannski komast léttar í gegnum svona skólan svona allavega fyrstu stig skólans og eitthvað dæmum eitt sem að hafi sko ég þekki eitt mann sem er í mensaklúbnu, það er að segja að þú ert yfir 130 IQ testum og hann er 150 og kona líka, kemur frá gamla Austur-Þýskalandi og
og strákarnir voru lofandi líka og þeir voru testaðir í Þýskalandi 13-14 ára og báðir mér í mensaklúbnum og pabbi var átt að lesa eðlisfræðibækur og stærðfræðibækur á kvöldi, það var eitthvað venjulega svona það var ekki aðra bókmenntir þá femil og ég spurði strákið hvað ætlaði að gerast, nei þeir ætlaði að fara í verkfræðinám í NTN-u, fara í verkfræðinám í Tækniháskólanum. Já, flott og bara síkla í fótspor föðursins og og svo hitti ég pappa nokkrum ára seinna og spurði hvernig ekki með strákana, þeir eru komin í NTN-u? Nei, herrmenn, veistu það að þeir eru upp í Narvík. Nú Narvík, bara lengst upp í Norðurlandi, hvað er að gera þar? Nei, þeir, til þess að komast inn í verkfræði herrmöndur, þá þurfa að hafa 4 af 6 í einhvern í R2. R2 er það stærðfræði áfangi sem verður að taka þess að komast inn í verkfræðinám í Nóri. Þeir fengu 2, þannig að þeir komist ekki inn í NTN-u. Og ég hugsaði með sjálfum ég sagði við, já, hann og synd en allar komið tilbaka kannski meistarnám með þeir, já, ef þið standa þess að nöfra á kannski komast inn í NTN-u þá ef standa þess í bachelornáminu og ég hugsaði með sjálfum með þess, hann eru strákar sem eru mjög háagreind og búin að fá mikla athygli og umhverfis aðstöðu á yngri árum komaðu upp í menntaskóla, kom þar á síðast ári í menntaskóla 18 ára gamlir en þá nennar ekki að læra R2 þannig að þú ferð ekki gegnum R2 með 4 nema þú vinnir og þetta er svona hlutur sem segir mig það og styður þetta með svona þess að sem hún segir Angela með þetta þrautsi og vinnuna og það sama sagði hún Guðni rektor við mig þegar ég byrjaði mennskóla Reykjavík að þetta eru spurningum 80% skáur og 20% nei, 80% vinnu og 20% skáur þetta sagði við okkur nýnæmann sem byrjuði þá og það er mjög rétti á Guðna þetta er hans reynsla í gegnum áratugi sem frábær rektor mennskóla Reykjavík þannig að þetta er hlutur sem maður sér áhugavert, þannig að þegar þú hefur hann áhuga og þess að þrautsi þá er mjög líklegt að þú fáir þínu framfylgt og komið þínu gegn því sem langar að gera já, þú kemur þú kemst allavega ekki langt á þess að vinna vel og hafa þessa þrautsigina þú getur kannski komið svona þokkarlega en það er sama að þú talaði músíkanta ef þú talaði upp á Mortens þá er öll svo vinna sem var 6 ára þegar hann fekk gítar af mömmu sinni sem hann búin að spila hann að gítar sko. og þá eftir hvert að semja lög og að semja 700 lög er alveg með ólíkindum og allir þessi frábæru hljómlistamenn sem við eigum á Íslandi bæði konur að kalla þetta er fólk búið að vinna alveg gífurlega mikið með þetta og ég þekki veit að fremsta tónlistarmann í Þrándheimi, ungur strákur þess ekki 25 ára sem er mest lofandi í Þrándheimi, hann var í bandið sitt Highas a Kite sem var eitt stóra bandið í Noregi þeir voru að hitta upp fyrir Monster of Men og hann talaði bara rosalega vel Monster of Men sem hljómsveit og Sigur og svo Björk og allt þetta, hann sagði bara að það var ótrúlegt hversu marga tónlistamenn við fáum í Íslandi sem eru frábærir þannig að þú veist, það er gróska en þetta fólk hefur ekki orðið svo gott nema hafa unni með þá hlut sem við erum að vinna með og það er að sama hvernig maður tala við og það sama með þá sem er að crossfit og öðru að þetta er allt fólk sem er búið að þjálfa gífurlega mikið og gífurlega viljastyrk bæði sambandi mataræði og þjálfun og það er sama að maður fyrir að skoða og tala við Vebbi Rótar sem ólmeistari áttaránarhlaupi hvernig hann vann drengur með sínu þjálfara það var alveg með ólíkjöndum en hann vann 8 metra hlaup á Ólympíuleikum 86 Hvernig voru hann að því? Bara með gífurlega, sko hann var þjálfara sem þekkt hann algjörlega frá ungur hann þjálfara í mörg ár vissi nákvæmlega hvað er Vebbi Rótar hvað hann þoldi á hverju tíma og hann átti að bara stoppa klukkuna þjálfari hann vildi ekki fara að senda þið getur test hann í Oslo Ólympíutoppnum sko en hann þið geta notað þau próf hann sagði já hafið þessar blóðmælingar fyrir ykkur ég nota bara klukkuna Þú ætla að tala um svona súrefnisupptaka já, þið hafið bara hann var bara að mæla ákveðna vegalendir hvernig hann gat hlaupið eins og taka 10 sinnum 400 eða eitthvað ákveðna vegalendir hvernig var hann að klára þetta með að stoppa klukkuna og þetta var 8 en þeir eru náttúrulega á algjöri eins og segjum svona hnífsegg þeir eru á hnífsblaði þessi fremstu afreksmenn því að þeir eru alltaf á grensónum með að detta niður og detta út af þessu blaði þannig að við erum komin út fyrir allt sem heitir svona þjálfuna prinsip sko. Og það ég talaði við fremstu sérfræðinga í Noregi þetta því að þeir eru komin út fyrir kennslubækurnar það er ekki hægt að þetta er orðið svo rosalega persónlegt hvað þú þolir að leggja á því ekstra að þetta er komið út fyrir það sem að svona venjuleg menn nota í svona þjálfræði og annað og þá náttúrulega er hugafærið náttúrulega gífurlega mikið vakt
og því miður erum við alltaf lítið að skoða það sko. eins og fótballamenn okkar og handboltamennina og þó hann á frábærum árangi en ég veit ekki hvort það nokkar rannsóðu hvernig þessi menn hugsuðu og hvernig þeir hugsa, ég veit ekki ég held að það sé bara mjög lítið í gangi þar sko, sem þetta að bæta þegar þetta bæta þetta og vinna með þetta þú getur séð að þú þarft að bæta í þessu og þessu og þessu og þá sama við eins og með að gefa sérstaklega hópíþróttum einstaklingsbundna þjálfun að séu vera að sinna hverjum að einu með það sem hann þarf að bæta það er ekki komið langt heldur í sambandi þessu hópíþróttir þannig að þú veist ég er svolítið líka að vinna með þetta með að setja upp kapasitetsanalyser fyrir leikmenn og fyrir aðila hvað þarf þú að bæta núna að vinna með til þess að vera ennþá betri og þá eru eins og kannski handbolta þetta er kannski 20 púntar sem við talum tengist bæði líkamlegum þáttum og tæknilegum þáttum og taktískum þáttum og líka sálfræði þáttum og næringa þáttum þú veist, eru að borða nógu góða mat eru bara í þessu fæði sem ekki nógu gott fyrir okkur þannig að þú veist, eru að taka þetta alveg alla leið sko Já, þetta eru áhugaverðar pælingar ég ætla að fara að hleypa þér í CrossFit tíman hérna fljótlega er eitthvað svona með undir lokin, viltu bæta einhverju við þetta eða einhver ráð til fólk sem að langar að vera betri í því sem það er að gera, eitthvað sem að þú komist í tæri við í þínum rannsóknum sem að geti nýst fólki sem er að hlusta Já, mér finnst bara að mála að reyna að setja sér markmið og þú getur alveg verið svolítið háleit en setja sér markmið og vinna svo lengt og ljóst að því að ná þeim og reyna að finna líka aðeila sem getur hjálpað þeim í því eins og ég ætla að taka mér hann nokkuð kíló í viktinni þá talaði vinn minn sem er búin að vinna mikið með þetta svið bæði sem þetta mataræði og þjálfun og þið virkilega langaði til þess að taka þér ég sá bara heilsulega sé að þurfti að gera það og ég fór bara í það, fekk hann með mér í þetta til þess að hjálpa mér með að finna hvað ég ætti að leggja áherslu á fyrst og þá bara að minnka kolvetnið, minnka kaloríintökuna og svo þjálfunin og hann er búin að fylgja mér alveg eftir í þessu 10 kíló sem ég hef á mér þannig að þú veist svo mikið að finna setja sér markmiðið og svo finna ég allir aðeins aðstöðu eða verið með þeirra í þessu og svo reyna að ná þessu markmiðum og þá þarf þetta gífurlega viljastyrk og líka það er svo gaman þegar hún nærð markmiðunum það er þessi innri gleði sem að hvetur mann áfram og það er sko eins og vinur minn sem var að kenna stærðfræði, hann tók krakka sem kom upp úr barnaskólanum 12-13 ára kom inn í, það fekk 6-7 einstaklega sem voru kunni ekkert í stærðfræði hann sagði Hermundur, eftir 6 mánuði voru jafn góður og hinnir hann fekk að hafa þá nokkra tíma á viku, bara þessar 6-7 einstaklinga og hann á að skapina áhuga fyrir stærðfræði og fyrir þess að þetta kunna að þið vildi ekki að fara út úr tímanum það er hægt að skapa henni áhuga þó er sett ekki alveg þetta í stað núna og það er þessi að skapa henni viljastyrk og innri áhuga sem er mikilvægt Já, ég finn það allavega hjá mér ég til dæmis að aldrei áhuga á íþróttum og í grunnskóla bara að fara í íþróttir það var allar afsakanir notaðar maður glemdi íþróttafötum og illt í öklanum og allt þetta síðan allt í einu finnum maður áhugan hjá sjálfum sér eiginlega of seint ég ætla nú ekki að segja of seint ekki eins og ég hefði orðið einhver atvinnuíþróttamaður en ég meina, maður hefði kannski haft gaman að því að vera í einhverjum hópíþróttum eða bara í einhvers konar hreyfingu og það er örugglega verið gott fyrir mann hefði maður fundið hann áhuga aðeins fyrr Já, einmitt þannig að finna sér áhuga setja sér markmið og vera duglegur Já, vera duglegur Það er ekki lykillinn Algjör lykill Herðu, Hermundur Sigmundsson, takk kærlega fyrir að koma hérna í spjall til mín og gangið þér vel á CrossFit-æfingunni Já, þakka fyrir það Þá er þættinum í dag lokið kærar þakkir til sponsora þáttarins Joe and the Juice og Origo Þangað til næst